Jæja, velkomin í frís undan úrslita kvöld þá rafíþróttamót framhaldsskólanema. Með mér í kvöld eru hann Ólafur og Ice Nosi eins og kallum og ég sjálfsögðu Leo Deathcake og í dag erum við að fara að sjá þá FA og FB takast á í 3 leikjum og sem eru vissulega Mario Kart, Rocket League og Counter-Strike. Reyndar í öfuri röð, þetta er að tala um Mario Karti fyrst, síðan valdi FB, þeir voru hársbreytt, þetta eru liðin í öðru og þriðja sæti í deildakeppninni og það var bara, ég veit ekki. Það hafi ekki eins og verið hársbreytt, ég held að það hafi bara verið. Já, bara játt, það hafi verið ákveðið bara. Algjörlega, þetta hafi bara verið játt og þá by default fær FA þá náttúrulega bara í rauninni þriðja leikinn sem er þá Rocket League og formatið hefur verið bara að Mario Kart er búin að vera fyrsti leikurinn. En með okkur í kvöld erum við með einn gest sem er hérna borgarfulltrúi Reykjavíkur, hann Kristinn Jón Ólafsson og fá hann kannski til að koma hérna og setti til okkar og hans að ræða við okkur. Jæja, velkomin á settið. Takk fyrir það, takk fyrir boði, gaman að vera með ykkur. Sömuleiðis. Kannski við kynnið þið bara svona stuttlega fyrir þeim sem að vita ekki hver þú ert. Já, ég heiti sem sagt Kristinn Jón Ólafsson og ég er varaborgarfulltrúi í dag en ég er sem sagt oddviti Pírata í komandi borgarstjórnarkosningum. Já, ok, geggjað. Þannig að ég kem svona úr nýsköpunar og frumkvölaumhverfinu og á táning og 5 ára strák og sem er mikið fyrir Minecraft og Fortnite og þess áttar sko. Þú þekkir þetta á heiminn. Já, þetta er alveg, og ég er svona alltaf að reyna að spila með líka sko. Auðvitað, ég meina alltaf vissulega gott að hafa fólk sem kannski svona akkurat með krakkana og vita hversu mikilvægt það er að efla þetta umhverfi fyrir alla sem eru hér. Vissulega hefur þetta verið svona kannski smá vannræktað í gegnum tíðina eða þú veist svona pínu, kannski bara svolítið skilið í skuggunum. Já, ég held að sé nefnilega mikilvægt að það er sér tengsl og að vera með börnunum og njóta og skilja og svo dýrmætt að átta sig á þessum heimi og hvað það er líka svo margt jákvætt við þetta sko. Og ég held að það er einmitt þá sáþáttur sem þurfum að fara að einblína meira á af því það er alls konar fræðsla og fleiri lærdómur sem að þú færð út úr tölvuleikjunum sko. Algjörlega, við höfum séð umhverfið vissulega breytast með tímanum. Þetta er svona aðeins öðruvísi þegar við vorum krakkar þá var þetta svolítið bara annarkvort ert í íþróttum í tölvuleikjum og ef þú varst í tölvuleikjum þá varstu svolítið bara þarna. Þú varst rosa lítið kannski að socialista nema í gegnum tölvuleikina. Ég voru svolítið fordómar bara gagnvart þeim sem að voru að spila of mikið tölvuleiki, akkur ferði ekki út en þetta er að verða, og ég meina með skipulegu íþróttastarfi, að þá er þetta orðið uppbyggilegra starf, að sitja ekki bara inn í tölvunni, krakkarnir eru látnir hreyfa sig og þetta eru samskipti og félagskapur sem skiptir rosalega miklu máli fyrir þessi börn. Alveg tímulegt og mikið tengsl sem myndast á milli einstaklinga sko. Og annað maður sér það bara þegar fólk er að fara að hittast á milli heima sko. Og annað sem hefur bara verið að hittast í hennu rafræna heimi sko. Og það er svo fallegt og líka fórum í next level gaming daginn sko, sem sagt með táningin og heyrði nefnilega inn á svona góða sögu sko. Og það var einn sem var að tala um tengingu líka á milli kynslóða. Að veist, hann var svona eldri og síðan voru yngri krakkar og sem voru ekkert að komast út eða voru ekkert að taka þátt í neinum tónstundum í íþróttum og það myndaðist bara eitthvað svona skemmtileg tenging þar sem þau eru að fara að spila á milli, veist, fertugur maður með 20 ára krökkum og veist, eitthvað svona sem hafði ekkert gerst nema það hefði myndast þessi tenging og það er eitthvað sem er svo ljúft að sjá að það eru alls konar svona kynslóðablöndu sem getur átt sér stað í gegnum líka tölvuleikjaheimin sko, af því að mikið tala um kynslóðablöndun gagnvart eldra fólki. Ímyndið ykkur þegar við vorum eldri og komin á elliheimil og spilandi tölvuleiki. Þannig að þetta er þess að draumurna. En ég meina, ég er vissulega á fertugsaldri, að vera 35 í ár og ég er búinn að vera að keppa og er ennþá að keppa í úrvalsdeildum hér og þar. Og akkurat, maður er bara að spila með alveg niður í bara nánast 18 ára, þú veist, sem að hafa komið þarna inn og eru öflugir ungum aldri og maður er svona ennþá kannski að detta út núna í hæfni, sko. En mjög skemmtilegt akkurat að fá að vera bara með og líka bara deila viskunni til þeirra og reynslunni skiluru og þau eru náttúrulega bara að taka við og sem er maður bara komin á sófan heima í sjónvarpi og horfa á þá spila með hluti sem maður kannski kendi þeim, skilur. Mjög skemmtilegt svona skemmtilega breytingar. Og þetta er svona, veist, þetta er líka svona partur af sem Píratar stöndu fyrir það skaðaminnkun og að reyna að vera að tengja, veist, einhvern veginn svona fólk sem hefur ekkert endilega haft möguleika á því að mæta fólki þar sem það er og þeirra eigin forsendum. Og það er svo mikilvægt að við séum að nýta öll tæki og tól í samfélaginu til þess sko. Og þessi saga sem ég fekk á Next Level Gaming var svona
fannst mér svona eye-opener varðandi það, hvað við getum verið að nýta þetta á marga vegu innan samfélagsins. Þetta er ekki bara, þetta er ekki bara íþrótt eða keppni, þetta er líka, þetta er samfélagsvettvangur. Já, og líka vissulega, ef við erum að horfa á tölvuleiki gagnvart mögulega þá, ef þú ert að horfa á íþróttir, þegar þú ert orðin eldri, kannski orðin 40-50, þú ert ekkit endalega mjög auðvitað að fara á fótboltavöllin með krökkunum þínum sem eru 20 eða 25, en þú getur alltaf rifið í eitthvað fjastringu eða í músina og verið þá líka í rauninni með í þessari skemmtun. Svona, algjörlega. Þannig mjög spennandi, en ég var hins vegar búinn að production teamið, vorum búin að skrifa hérna niður spurningar sem við viljum endilega spyrja þig. Já, endilega, látið að flakka. Sjáum bara hvernig þú tekur þessi. Látið að flakka. Herðu, hann sendir hérna, hvaða tækifæri sérðu fyrir Reykjavíkurborg til að styðja betur við stafræna menningu ungmenna eins og rafíþróttir? Já, sko, ég hugsa rosalega mikið félagsmiðstöðvar okkar og það góða starf sem á sér stað þar. Það er svo mikil þekking og reynsla og líka tenging við ungmennin. Já. Að ég sé það eitthvað svona vettvang sem að er svona alltaf í aukan að taka alls konar leiðir inn og til þess að tengja börnin og fá þau inn í eitthvað nýtt sko og fá þau til þess að taka þátt. Þannig að ég sé það sem svona ákveðin vettvang og síðan líka kannski bara þessi, viðurkenningin er á að við erum að tala íþróttir og keppnir og áhugamál og allt það, en það er einhvern veginn að þetta sé vettvangur þar sem að fólk hittist og þetta sé samfélagslegu vettvangur. Já. Ég held að það sé svona sem við þurfum svolítið að impra meira á og fólk tengi við og skilji og fullan og fólki sem að kannski foreldrar með börn sem ekkert endilega eins mikið inn í þessum heimi með þeim, að þau fara að tengja við það hvað það er mikilvægt líka sko. Já, ég meina, maður fékk vissulega mikið af fordómum frá foreldri sínum á sínum tíma, það var mikið verið að dæma mig fyrir, heppilega var ekki íþróttamaður líka til hliðar, en þetta var alveg, þau skildi þetta ekki. Nei. En nýttist mér mjög vel í framtíðin, í dag vinn ég sem flugumferðarstjóri og það er eiginlega eins og að spila tölvuleik allan daginn. Þetta er bara, þú ert bara að nota þessa hraða hugsun sem þú hefur til að stýra flugvélum og bjargaði mér algjörlega. Inntökuferli var margfalt auðveldara bara að vera með þennan hraða sem var kannski endilega gefins í bara daglegu lífi. Sko. Nei, einmitt. Ég tengi og skil það. En hérna þá er spurning 2. Hvernig getur Reykjavíkurborg nýtt rafíþróttir betur sem vettvang til að ná til ungmenna sem taka síður þátt í hefðbundnu íþróttastarfi? Við þekkjum það náttúrulega að það er mikið að krökkum sem falla á milli skips og bryggju varðandi hefðbundnar íþróttir og tómstundir og þess aftar. Þannig að ég held að þetta sé tvímælalaust einn af þeim vettvöngum sem er kjörinn til þess að mæta þeim hópum. Já. Og sérstaklega finnum í ákveðnum hverfum þar sem við getum verið að huga því þá kannski að fara í eitthvað skonar fjárfestingu á búnaði og þess áttar og í bara samvinnu við rafíþróttafélögin og félagsmiðstöðvar og þess áttar. Ég held að það sé svona að því þetta snýst að skapa vettvanginn og draga fólk að. Já. Og af því það er svo margt frábært að gera í gegnum núverandi starf. Já. Og oft þarf þetta ekki að vera mikil fjárfesting sem felst í það á bakvið það. Nei, þetta er, þú veist, þegar maður hugsa svona tilbaka að við vorum partur af teymi sem stofnuðum fyrsta íþróttafélagsdeildina fyrir rafíþróttir sem að Fylkir. Var ég og fyrrum formaður Rafíþróttasamband Íslands, Aron Ólafs, og þá var okkar hugsun á þeim tíma var að krakkar eiga til að einangra sem er kannski erfitt að finna tilefni til að fara út og hitta aðra sem þau eru að spila með og þá vildu akkurat svona, ef að það er vandamálið að reyna svona að íta þeim saman og allir sem hafa spilað tölvuleiki vita hvað skemmtilegt það er quote-unquote lana að vera saman í rýminu, þetta er eitt af skemmtilegasta sem við tölvuleikaspilarar gerum en síðan hefur maður séð þetta svona aðeins auka sko, en akkurat þegar maður hugsa bara eins og íþróttafélög eða frístundar heimilið og þannig að vera með bara aðstöðu þar sem tölvurnar eru þar, það er rosa mikið bara svona startkostnaðar og síðan þarfst ekki að pæla í þessu nokkur á tölvan situr þarna sko. Það er nefnilega frábært að tekur undir það því það er einmitt það sem fyrsta sem ég hugsa eftir að hafa kynst þessu frábæra aðstöðu hér og þar og ef við bara búum til aðstöðu á fleiri stöðum þá er þetta kannski orðið aðgengilegra að því kannski fyrir fjölskyldu að kaupa búna það getur alveg verið kostnaðarsamt en þú gerir það fyrir félagsmiðstöð og það sem margir hafa aðgangað eins og er gert hér og fleiri stöðum þá er það orðið aðgengilegra og þetta snýst aðgengi. Já, algjörlega. Mér finnst þetta bara mjög gott svar. Og þá förum við hérna í Reykjavíkurborg leggur mikla áherslu á jafnt aðgengi barna á tómstundum. Hvernig geta rafíþróttir styrkt það markmið? Já,
Ég held við séum búin að svolítið að svara þeirri Já, spurningu. eiginlega, þetta er svolítið inn á sama punkti. Já, þetta nátengda spurning. Já, algjörlega, vissulega. En ótrúlega dýrmætt, af því það eins og við komum inn á hann, það alveg, við finnum alveg í ákveðnum hverjum getur verið hópur sem að falla á milli skips og bryggju. Og þess vegna svo mikið líka held ég að taka samtalið sko, og kanna þörfina og viljan og hver eru væntingarnar og hvað eru íbúar og krakkar ósk eftir og þannig getur við tekið með hans ungmennaráðinin líka. Já. Þannig að það alveg svona stóðir sem að sér fyrir sér sem að innan rafíþróttaheimsins og síðan ungmennaráð og félagsmiðstöðvar og skóla og frístunda. Þetta svona samtalið, það þarf bara að tengja oft rétt á fólkið til þess að eitthvað fallið gerist. Já, algjörlega. Það bara vissulega rétt hjá þér. Áhuginn þarna. Áhuginn til staðar á þessu. Akkurat. En það kannski þarf einmitt aðstoð við að tengja þetta fólk saman. Þetta líka smá svona flókið verkefni að því leiti að þetta svona erfitt að pinpointa nákvæmlega hvernig þú ætlar að gera þetta því þú vissilega ertu með rafíþróttir sem einn hatt og undir því eru síðan margir mismunandi tölvuleikir til dæmis og þá svona, ef þetta væri bara einn leikur þá var þetta bara svolítið eins og fótbolti, höldum bara utan þetta eina. Já. En þarna ertu komin í svona stórt umbrella term og það verður aðeins erfiðara kannski að halda utan allt batterið. En það væri hægt að gera eitt, af því við Píratar erum mikið fyrir borgarkannanir og viljum fara að gera það í auknum mæli, að henda út könnunum til fólks og íbúa. Það væri hægt að gera það til ungmenna og innan hverfa og bara hvað viljið þið spila? Já. Sjá hvað kemur þarna upp. Sjá hvað kemur upp og við ættum að fara að nýta meira þetta samtal og sjá hvað kemur frá fólki, af því út frá könnun og bara þá veistu þörfin og væntingarnar sem eru til staðar frá þeim. Og út frá því getur unnið með það sko. Þannig að það alveg kjörin tækifæri að nýta eins og ég segi þessa vettvanga og tæki og tól sem eru til staðar. Já, algjörlega. Og þá ég hérna, ég held ég sem bara með eina spurningu viðbót sem ég að skrifa fyrir þig. Reykjavíkurborg hefur lengi stutt hefðbundnar íþróttir. Hvernig sérðu rafíþróttir þróast innan þessa ramma á næstu árum? Mjög góð spurning. Ég held að þetta sé svolítið það sem við erum að vissuleyti búin að vera að koma inn á. Þetta samtalið á milli þessara lykilaðila. Við þurfum að tengja rétt aðila saman og því út frá samtalinu þá kveikna hugmyndir og möguleikar á kannski eitthvað svona tilraunarverkefnum og prófa eitthvað og þá líka þetta skoða það í tengingu við eins og styrkjapota borgarinnar og hvernig það talar inn í stefnur borgarinnar. Einmitt þess að veita aðgengi að tómstundum afþreyingu, það getur talað inn í það, ýta undir félagsleg tengsl og búa til eitthvað svona bara, proof of concept, tilraunir og sjá hvað kemur út úr. Ég held að það sé eitthvað svona sem væri skemmtilegt, því það mjög hugmyndaríkt fólk í þessum heimi og það mikill vilji fyrir því að opna borgin og gera hana aðgengilegri og hlusta betur og reyna átta sig betur á hvaða þarfir eru úti. Þannig að enn og aftur bara tengja rétt aðeila saman og hugsa út fyrir boxið, hvað geti gagnast og vera með smá fókus út frá því átt að sjá hvað virkar og hvað virkar ekki og prófa að sjá áfram bara. Já, við höfum verið að sjá, núna ég bara svona aðeins spitballing eins og maður segir, við höfum verið að sjá náttúrulega þess að íþróttahallir og íþróttaheimili og allt þetta rísa fyrir bara hefðbundnar íþróttir út með bara fyrir tennis og borðtennis nánast og bara hvað sem maður hafði svona hugsað sér að því við erum náttúrulega með NLG og Arena sem eru vissulega bara einkareikið batteri en það hefur alveg reynst erfitt fyrir tölvuleikjaspilur sérstaklega að halda mót lögn, það þarf alltaf annarkvort að heyra í Arena ef það gengur upp eða NLG og ef þetta eru stór mót þá gengur það heldur ekki upp þannig að þú byrjar að leita í einhverju íþróttasali hér og þá allt þannig og það maður bara að hugsa svona en bara einhver bara svona höll, svona lítill vettvangur þar sem að hægt að í rauninni funnela bara öll mót og allt hannig fyrir tölvuleiki því þetta eru náttúrulega svo margir mismunandi tölvuleikir og okkur vantar alltaf staði það sem hægt að hósta ykkur svona mót og svoleiðis og það veri lang einfaldast að þetta væri bara á einu bretti, varum við allt undir einu húsi algjörlega og það við þurfum að fara að hugsa, megum alveg hugsa stórt sko og það alltaf, síðan þarf maður að hugsa hvaða skref getur við tekið líka í áttina hvernig getur við testað eitthvað og sé hvað kemur út í og þá getur unnið okkur í þá átt og þá líka komið kannski með gögn til að sannfæra fólk að við þurfum að taka stærri skref og allt byggir það á líka þörf og áhuga og svo framvegis sko. Þannig að alveg tvímælust þetta vinna sér í ákveðnar áttir.
Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Við höfum alveg verið að sjá líka bara stærri mót, þú veist þess að Riot kom hérna á sín tíma með Valorant mótið sinn sem var bara heimsmeistaramót. Ég veit ekki hversu mikið það hefur komið í ríkissjóð þegar þeir voru hérna. Og var ekki síðan League of Legends líka mögulega. Jú. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að geta akkurat líka tekið inn þessi stærri mót erlendis til að halda hér. Því Íslandi er rosa miðsvæðis fyrir mætinguna frá Evrópu og Bandaríkjunum og þú veist, þá erum við akkurat bara á prima position fyrir svona mót sko. Algjörlega og við höfum líka að hugsa hvernig við getum byggt þetta á okkar svona kjarnaþekkingu og innviðum og þess áttar líka að spila inn á það sko. Og nú til dæmis að koma veist, á vonandi næstu árum þjóðarhöllin, það allan á plönum að þá myndast vettvangur og líka þá opnar fleiri dyr inn í Laugardalshöllina sko. Já, algjörlega. Þannig að það er alltaf að rísa einhverja hallir og hús og það er að vera að skoða hvaða möguleikar í stöðinni, tímalaust. Já. Eru Píratar allir, að því þú ert náttúrulega einn af varaborgarfulltrúum og er þetta svona eru þið allir samhljóma við það sem kemur af rafíþróttum eða hvernig svona andinn þarna inni? Já, tvímælalaust. Ég held að við séum í grunninn alveg rosalega hlynnt rafíþróttum og höfum alltaf verið það kannski bara vantað að skapa tenginguna og nú hitti ég mitt Jökul daginn og fórum í Next Level Gaming í heimsókn og það er einmitt svona hlutir sem að þurfa bara að gerast þess að fólk geti átt að segja á hvar liggja þarfinnar og hvað liggja tækifærin og möguleikanir og að tengja rétt á fólki sko, þannig að innan Pírata er tvímælalaust samhljómur fyrir því að finna leiðir til þess að efla rafíþróttir og hvernig við getum gert það í sameiningu í góða samtali. Gekja, það er bara flott. Eitthvað lokaord sem vilt hendi hérna fyrir áhörundur? Já, bara kannski til foreldra bara að hlusta svolítið á börnin sín og grípa tækifærið að vera með þeim í leik. Ég held að það sé rosalega mikilvægt og reyna svona að setja sig í spor og skilja. Þetta er skemmtilegra en þið haldið. Þetta er bara leikur fyrir alla í rauninni. Þannig að bara að gera og prófa og leyfa sér aðeins að njóta tíma með krakkana í staðan fyrir að leyfa þeim bara að sitja einir þarna þegar þú getur verið með. Akkurat. Eða hvort er að horfa á sjónvarpið. Algjörlega. Heyr. Yes. Þetta var Kristinn Jón Ólafsson eða ekki? Stemmir. Yes. Og hann ætlar, bara takk fyrir okkur. Já, takk fyrir. Takk sömuleiðis. Bless. Snósi, komið tilbaka og við býðum þá í rauninni bara hérna eftir að Mario Kart fer í gang milli FB og FA. Það er náttúrulega bara spurning hvað er langt í að þeir verið tilbúnir. Þangað til þá getum við akkurat hent mögulega bara í plugg fyrir HR Ingin sem hefur almennt verið bara stæðsta LAN-mót á Íslandi bara eiginlega alltaf fyrir utan kannski ég myndi örugglega segja að þetta væri stærsta, þetta er árlegt og consistency árlegt. Skjálftinn var auðvitað mjög stór núna síðast, en ég meina þetta hversu mörg ár, ég meina síðan háringurinn. Alveg bara basically frá því að ég var ég var búin að vera að keppa á þessum mótum frá því ég var 16-17 sko. Þannig að þeir eru búin að vera consistently svona quote-on-quote eins og Íslandsmeistaramót í tölvuleikjum og hérna sjáum við meira þess að leikirna sem verða að spila hérna. Það er Counter-Strike 2, Overwatch, StarCraft, Rocket League, League of Legends, Marvel Rivals og Dota 2 og síðan er það fighting leikirnir undir Street Fighter, Super Smash Bros, Tekken, Guilty Gear. Þetta er væntanlega nýji leikurinn frá 2XKO frá Riot og Grand Blue Fantasy vs. Ég hef ekki séð þetta áður en hljómar amazing. Það var hendur rosa mikið að stórum orðum Grand Blue Fantasy vs. Rising. En þetta verði hérna 7. til 9. ágúst og mælum bara algjörlega með að skrá ykkur ef að þið viljið sýna hvað ykkur býr eða jafnvel þótti hafið ekkert endilega kannski hæðstu getu en þá lærið þið svo ótrúlega mikið á að mæta þessu mót og ég veit ekki hvers oft ég tapaði og var neðstur á þessum mótum áður en ég var góður. Og það þarf ekkert að keppa. Mæta með vinn, þú hefur þarna aðstöðu til þess að lana bara með vinniðinum og líka bara sjá fólki sem að þú hefur verið að spila með online. Það er oft verið svona að fá það. En hérna dettu allavega inn í Mario Kart. Það er Sky High Sunday eins og vanlega í Þetta er nýjum karakter ekki, leðurblaka. Ég hef ekki séð þetta. Nei, ég þekki ekki leðurblögina. Nei. 4 tilbúin. Það er þetta smá erfitt að við vitum ekki núna, veitir þið hvor er í hvaða liði? Já, það er þessi sem við erum að spila með, sem við erum með er með, hvað heitir núna? FA. FA?
Já, hérna, ég held að aðgangurinn, já, hann R-E-F-A, F-A, já. FA, það er aðgangurinn sem við spila. Ekki að sjá hérna alltaf fyrrasæti eins og það hefði náttúrulega verið betra að hafa náð line-upinu upp en við náttúrulega vorum bara á bullandi prógrami hérna. Jep. Það er mjög þéttur hópur. Algjörlega, það er ekki langt á milli leikmanna. Það er einu smá offroad, nýti boostið. Það er glæsilega vel spilað. Þessi er búinn að Hann er komin í stúdera þetta eitthvað parkour hérna. Já. Þetta er líka svo sami sem var hana fyrst með okkur. Já. Hana sem kunni allar flýtilegarnar. Eða sem var búinn að læra. Sem var búinn að kanna á öll möppi. Já, sem var bara, þú veist, ég man ekki mánuð fyrir mótið, var bara, heyrðu, ég ætla að læra á öll möppin. Allar styttur leiðnar, bara allt. Hann er líka bara, hann er komin hérna í alvöru ról og nálgast The Biscuit. Hvað var ekki klukkutíma YouTube-vídeó sem hann stúderaði bara eins og hann var að læra fyrir háskólapróf. Hann ætlar að vera skólanum sínum til sóma. Aftur komin hérna smá wallriding. Þetta eru litli hlutirnir sem geta skipt máli. Það er alltaf, nálgast hann alltaf meir og meir. Já. Þetta er síðasti spretturinn. Já. Hann nær honum ekki úr þessu. Nei. Það er Biscuit í fyrsta. Já. Þetta er FB. Þannig að þetta er FB fyrsta þriðja. Já. 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 Og FA í öðru fjórða. Já. Já, góð byrjun hérna fyrir FB. Já. Það sé líka eitt skemmtilegt. Þau eru bæði hérna bakvið hjá okkur í production-herbygginu. Aha. Þau eru bæði að spila hjá okkur. Geggjað. Þú veist, sá sem er Jökull. Já. Sem er á aðgangunum, hann er á tölvunni sem er Observer og síðan er hinn bara á sinni eigin tölvu. Það eru frá FA eða FB? FA. Já, ok. Er á bara Switch, hann inni. Já. En allavega, þá sjáum við þá aðeins góða byrjun hérna frá FB. Já, 7-4. 7-4, eins og er. Já. Og náttúrulega stigatalningaröðin var þetta ekki 5-3-2-1, eða hvernig var þetta? Jú, mér minni það. Ég maður ekki. 3-2-1. Jú, það passar stigalega sér, það er 11 stig, þannig að það ætti að vera. Já, góð byrjun. Já. Hvaða mapp er að fara að sjá næst? Og þetta er Hut Fudge Sunday mappið. Já. Þetta er þetta ísmappið með Boði Ormsson. MSIs. MSIs, MSIs. Oh my god. Ég finn nefnilega allt í einu ísþörfunum minn að vera svona... Já, ég held að við... Grand Blue Fantasy Rising. Það sjá þarna, það er komið auglýsingar eftir að við getum hérna fengið okkur að smakka ísinn. Sem að bara Ég er ekki búinn að smakka hann, sko. Já, er á skiltinu þarna bakvið og kassin er þarna. Minecraft Diggin, 4 brögð, Vanilla Cocoa, Vanilla aftur og Blue Crispies. Yes sir. Það eru demantar í íslinn, sko. Já, rosalega. Já, ok, það er væntanlega, ok. Ég var ekkert að pæla hvernig grænt var vanilla og síðan var líka hvíta vanilla. Já. En þá er þetta væntanlega bara litlu kurlinina sem er á. Já. Minecraft ís, ef við náum að stela sér hana eftir, þá verður gott að fá að smaka hana. Það er nóg til að borða hérna, við erum með fullt af Pringles. Já. Verðum við með taste test líklegast bara eftir hennan Minecraft leik. Já, og Fallout taste test. Já, Fallout. Pringles. Mystery flavor. Mystery flavor. Herru, þetta er vont start hérna. Hann næri ekki lonsinu. Æ. Þetta er ekki að svo vilt sjá. Nei, en ef það er einhver sem getur komið tilbaka úr þessu, þá er það þessi ágæti herramaður. Já, hann er byrjað. Sko, það er nú einhver aðna í FB-sýnismenn sem er með þessa leið líka. Já. Var það ekki? Það var einhver sem tók sama reiling. Þetta var... Þú sýndist að hann hafa mistað reilina þarna. Þetta aðeins og langt. Til að halda áfram. Hann er í 4. sæti, já, hann fær gott power up. Hann ætlar bara að vera á loftunum hérna. Já, maður þarf að hitta. Já, þú þarf að hitta wallraytið hana. Já, ætti aftur að fá gott power up, einmitt, til settur einn. Hann er með rúturnar á hreinu, en það er svona eins og hann er ekki alveg að fá... En þetta start hafi í rauninni hægt það vel á honum að... Já, The Biscuit. The Biscuit Þetta er í rauninni bara déjà vu frá því í fyrsta makkkortinu. Hann að elta Biscuitinn. Já. Hanna tókst þetta hjá honum. Biscuitinn letti öfum eina, það ekki, við reilið. Þannig að Biscuit dettur hann aðeins aftur úr.
það sant? Akkur er hann ekki að fá fyrst? Já, hver er í fyrsta? Þetta er bara... Þetta er svona að fæta við Þetta er ekki að ganga upp alveg hjá honum þessi... Ef hann væri í rauninni bara að halda sig við bara vennilega pathið, það væri hann örugglega á toppnum hérna. Herru. Biscuit aftur kominn. Góð skil þarna. Já. Og 1 hringur eftir. Sjáum það að Biscuit er búinn að búa til smá barrier. Maple leifur Hormagar fremst og þetta lítur ágætlega út fyrir FBA hérna. Þeir eru í fyrsta og öðru sæti. Nei, heyrðu, sáu þið rampið hana? Ég veist ekki að hann shortcut rampið. Nei, ég sá það ekki. Það var þetta að fá boostaði líka. Það var út af mappinu, sko. Biscuit er núna í öðru sæti. Sjáum hvernig maður er svona... Nei. Sýnist FB eru komin bara í fyrsta og annars sæti hérna. Þetta er vont hérna. Já. Rauða skjaldbökur, já. Getur ekki kastað þeim út. Vinnur hann svona fyrir framan hann, nær ekki að henda þeim, en FB nær hérna þá fyrsta og öðru sætinu hérna. Ekki alveg eins vel. Nei. Spurning hvort að, já, ég bara skal ekki segja. Nei, hvernig er þá liðið núna? Þetta er 15 stig fyrir FB. Já, þeir hafa ekkert rosalega mikið buffer lengur. Nei, hann minnkar alltaf þegar sérstaklega þegar sko fyrsta og annarsæti á móti það er erfitt við að eiga. Já. Þetta var svona upplifið sig, þetta er hann ekki Maple, þessi sem er á liðablökunni. Jú. Nei, það er Jökull, já. Hann er svona búin að vera á góðu róli, en einhvern veginn pínu óheppinn þegar hann letta reilunum, letta vegna og það voru nokkur skipti, hann fekk lélega byrjun, misti af reili, mista wallræti, mista aftur á wallræti, þannig að þetta var svona, trikkin voru ekki alveg að ganga upp hjá honum. Margir litli hlutir. Já. Þegar hann var ekki þannig séu ekki alltaf langt fyrir aftan og hefði líklegast ef þetta allt gengið upp þarna þessi wallræts, þá þetta væri nörgulega langt á undan, sko. Algjörlega. Hann sjáum hvort það nái að lokka inn í hérna, ég er að horfa á hann er hérna inn í production. Gíra eins á hann. Tilbúinn. Já. Búið verið næsta, sko. Herru, á meðan við vorum að lýsa borðinu, þá fór Brimar að slóta í ís. Kom hann með nýjan pakka hérna. Þannig að bara, við borðum hann eftir. Já. En við erum sýnist við þurfum að borða hann á undan. Svona bráðum. Já, ég held við þurfum að passa okkur á því. Við erum eiginlega neldir á það, sko. Nei, þetta, hann er, já. Þú ert náttúrulega búinn að borða hann. Já, við erum búinir að borða tvisvar. Fæ ég þá ekki bara alla sem eru í pakkanum? Hvað margir? Þetta er ekki 4. Ég skal fara í gegn og gefa ykkur almennilegt review í þetta. Sér mér bara svona. Nei, þetta er fjörið, sko. En það er gaman að við séum að sjá hérna Counter-Strike í öðru leiknum. Já, smá stokka þessu upp. Já, nákvæmlega, ekki var Rocket League. FB voru náttúrulega mjög öflugt Counter-Strike-lið alltaf í fyrra, sko. Það er líka, Rocket League er svo gott til þess að fá til sætina þegar það er svo mikið spenna. Það er, Counter-Strike-leikirnir hafa verið sama mapp aftur. Þetta er bara kosið og svo randomized, þannig að spurningu. Er þetta saman mappið? Jú, þetta er saman mappið. Heyrðu, aftur byrjar hann í 4. sæti. Já, hann letti í einhverju vondu törnið þarna. Hæðist vel á honum við það. Er þetta mapp? Nei, þetta er aðeins öðruvísi. Já, stundum er þetta reversið mappinn. Gæti verið að þetta sé. Heyrðu! Hann var svo nálægt í. Það þarf að ná ofan á reilínu svo hann getur farið á þetta almennilega. Ég held í alvöruna að þetta sé öfuga útgáfan af kortinu. Nei, þetta er það sama. Þetta er sama, en það vantar eitthvað inn í þetta, sko. Þið séu það vantar. Ég þetta ekki, Nei, ég séu það vantar. Nei, ok, jú, þannig er þetta. Já, þannig kemur, Þannig kemur þetta. Kannski er þetta bara sama. Já, þetta. Þannig, sjáu röptin. Já, þarna. Það er mist aftar að reilinu. Hann er með sveppi. Við erum aftur að sjá FB leiða hérna. Fyrsta og öðru sæti, já. Það nær ekki að fara ofan á veggi núna. Tilbúin með sprengju. Líka erfið sprengja til að vinna með það því hún skoppar svona áfram og þarf til að hitt henni mjög vel. Já, það er rétt. Hittir hann? Já. Hann náði
Ná springjunni. Náðu allavega að komast fram úr. Hittaði Biscuit. Hittaði Biscuit. Var það ekki? Hitt hann ekki? Jú, hann hitti skilinni. Ég sá hvað hann nála. Já, þetta finnist! Herðu. Nærlindar ekki reilinginu. Spurning hvort að Biscuit nái. Hvað gerist? Hann með enn í siktinu. Biscuit á reilinu. Hann reilinu. Já. Hvernig hvort hann fá eitthvað rautt hérna. Nei, fyrir grænt. Hendið þeim bara áfram. Hittir að þið Biscuit. Új! Svo nálega. Þetta seinusti ringurinn hérna. Nær að verja hérna. Herru, lúðurinn. Aðeins svo snemma á ferðinni. En nær driftinu. Er hann að ná að stela þessu? Er Biscuit með eitthvað? Nei, heyrðu. Hann er að stela hérna. Þetta var þetta klöts í endan. Þetta var rosalega vel gert. Það er hérna flotta kórunu í hérna. Það líka að rauða skjaldbakan var, þú veist, fyrir aftan rauða skilin þar að segja. Og það var bara að drifta og síðan ferða í hinn, sko. Þetta var... Ég þurfti að þess að halda aðeins að minnka þetta bíl hérna, en núna þurfum við... Eitt stig reyndar. Nú þurfum við eiginlega að FA til að rífa sig hérna upp og koma sér í annarsætið í það minnsta til að... Það eru bara 2 keppnir eftir. Já, hann er búinn að lenda í 4. núna held ég 3 kort í röð. Já. Það er svolítið erfitt við að eiga. Já, algjörlega. Já. Við vonum að sjá annað mapp núna, ég veit ekki. Af hverju var sama mappi aftur? Já, við förum aftur í þetta. Já. Þetta er bara við ætlum bara að vera í rematch city hérna. Það er til F á vinnu. Rematch. Og ef þeir vinna þá eru þeir bara búin að taka seríuna. Nei, en það er fínt að komast í annað kort hérna. Núna er ég alveg pínu hræddur að við sem aftur að fara í sama kortið. Já, ég sé þetta líka nefnilega. Nei, það ekki? Jú. Ég glitti hérna yfir og fekk sneak peek. Inn í production, já. Þetta lítur mjög líkt. Þetta lítur mjög... Þetta er eins og þessi dagur bara. Þetta er nákvæmlega sama kortið. Meiri birta í þetta Nei, heyrðu, það var bara æft 1 mapp og það skal bara keyrt þetta mapp. Það er bara... Við dæmum það ekki. Nei. Það sem þarf til að vinna. Já. Það er bara eins og það er. En býðum það hérna allavega eftir 4. kortinu á meðan er ég glórhungraður í Minecraft. Minecraft ísinn. Það verður bara að býða. Já, það býða þurfum sko. Hvernig haldið þið að úrslitin muni fara? Hverju haldið að komast í úrslit? Hvernig haldið þið að vera spil? Sko, ég veit að FB eru nokkuð góðir í Counter-Strike, þannig að miðað við þessa öflugu byrjun í Rocket League. Nei, ég hérna Mario Kart. Þá erum við að horfa á líkindarlega að FB sé að fara... Er alltaf með ágæti sjens að komast þar inn. Já. Herru, nýtt kort. Nýtt kort, já. Já, ok, við vorum reyndar að sjá. Við vorum bara að sjá eitthvað replay eða eitthvað. Við vorum að sjá okkar mann hérna bak við að spila. Og við vitum hvað hann að fara að gera. Við erum að sjá fólk taka peningana í þetta skipti, sem ég er mjög ánægður. Já. Það er ekki að forðast þeim. Hann er ekki að keyra framhjá þeim. Herru, þetta er eitthvað... Já, þetta er rugglar. Þetta er uppáhaldskortið hans ef að þú spyrir mig. Já, við vorum að sjá hann hita upp áðan einmitt og hann var að þessu hring eftir hring. Já. Bara... Það var sem í show-off, sko. Já, í raun og veru. Ég var að meist ára þetta, sko. Ég bara... Biscuit. Nær grænu skilin á hann, sko. Einmitt það lendir. Ég er að horfa eitthvað blóa skil á honum. Er hann að halda á hann eða eitthvað? Sérðu nafnum? Já. Það getur ekkert kastað henni. Ekki ef hann er á tóknum. En það er mjög vont að vera að halda henni og vitandi að einhver tökur fram úr þér, þá ertu með hana. Öllur skil. Æ. Þetta er ekki gott að landa í þessu. Það er hart sótt að okkar manni hérna. Það er allar skilarna. Átti æðislega byrjun hérna en það er heldur betur búið. Nei. F að klikkaði síni sem er, já. Þetta er að meiri... Heppilega vendir hann á bústinu. Það er allt á mótunum núna. Já, FB er heldur betur að hægja á honum. Heldur öðru sætinu samt sem áður. FB er lengst fyrir framan. Já. Það er bara að fara bláa skil. Eða rauða skil. Við vitum hver með hana. Hún er bara fyrst í vasanum hjá honum. Það fær hann enginn. Nei, akkurat.
Peningarnir. Það svolítið hæpið að allir, Já. Við erum rauðskilina. Önnur að koma. Önnur. Hann er að hoppa af kortinu. Önnur rauðskil. Hann fær bara ekki frið. Nei. Þetta er erfitt. Maðurinn er búinn að vera meira að snúast í hringi heldur en að fara áfram. Það verður einhver búinn að slá í borð og annað. Heima hjá mér allavega. Já. En tryggir hérna annarsæti. Ótrúlegt en satt á náðan öðru sætinu. Já, bara eftir allar þessar rauðu skjaldbökur. Allar rauðu skilur, Alltaf með þessu erum við eiginlega búin að sjá FP tryggja sér hérna sigurinn í Mario Kart. Ég er það. Já. Jú, 10 stiga munur, 1 kort eftir, það er ekki hægt. Það er ekki hægt að jafna þetta, ekki lengur. Það eru bara 5 stig ef þú lendir í fyrsta og öðru. En það er hins vegar 1 kort eftir, þannig við fáum að sjá enn 1 kortið. Ég var ekki búin að sjá þetta kort á þér, þannig að það er... Nei, og það er að sjá hérna einhverja ninja-liðir og eitthvað. Það var skemmtilegt að horfa á þetta maður. Já. Þú veist, eftir við sem að vilja ekki fara aftur í... Í dagversina af hinum. Já. Það er rigning núna. Núna er snjór. Það sama mappið. Það er svo gaman að fara í ný möpp eða fara í möpp sem maður kannski spilaði í, þú veist, fyrsta, eða þú veist, í Wii eða eitthvað og sjá það kannski breytt í World version. Ég vil bara sjá Rainbow mappið. Rainbow Road. Það er skemmtilega þessa kortið. Það var alveg helvítis. Þetta er orðið bara trademark í Mario Kart seríunni. Ég gerir ráð fyrir því að Rainbow Road sé í World, sko. Það hlýtur bara að vera. Þetta er bara frægasta mappi. Þetta er mest að rage-bait mappi sem ég fætti spila. Það eiga allir góðar og slæmar minningar af Rainbow Road. Það er bara... Ég var bara, þú veist, á SNES-tölunni að spila þetta. Þetta er bara, þú veist, alveg alltaf að fara út að bara komast aftur upp og detta bara aftur út. Þetta er, maður er líka alltaf pushing the limit, sko. Maður er í driftinu og fyrir aðeins fram að maður er eitthvað. Þetta er by far eitt skemmtilegasta map sem maður getur farið í, sko. Já, algjörlega. Það er svo mörg versjón að þessu mappi líka, þú veist, frá eins og Mario Kart sem var í Switch 1 og örugglega sem er í World. Ég held að þetta hafi þetta var í 64. Já, 64 er mitt líka. Sunshine Valley, var ég að sjá það, nafnið? Sunshine Valley. Það var hann það í byrjun. Það er draugurinn. Það er hann draug. Hvað ætla hann að stela í dag? Ég var ekki að hugsa það, var þetta ekki, þú veist, erum við að stela peninga? Hvað gerir draugurinn í Mario Kart? Hann stelur einhverju power-upi. Ok. Frá einhverjum aðeila. Bara einhverjum? Já. Þú getur ekki, Nú séu þau. Þannig, hann fæ banna. Ok, það er mögulega versta ról sem hægt er að fá. En sko málið er að það mun koma svona merki hjá aðalunum sem þú ert að stela hjá. Bara að þú sért að stela. Það er svo fyndið. Þegar maður spila með einhverju vinnu sínu. Nei, ég hugsaði bara í svona draugun og hugsaði bara beint í Mario Party. Hann rænir stjörnum og pening, sko. Það er reilið. Skemmtilegt reil, sko. Mér finnst alveg konseptið að vera á reilinu. Mér finnst alveg skemmtilegt, sko. Já, það ekki. Jú. Og líka svona veggjum, sko. Þú veist, eins og núna, til að komast í gegnum þetta shortcut, þá þurftur að fara á fyrsta vegg, annan vegg og þriðja vegg til að komast alla leið í gegnum þetta. Svo myndir ekki hægja, þú veist, það myndir ekki hægja staðir. Nei, akkurat. Það er nóga reilum líka á þessu korti. Já. Þannig veggur. Já. Þetta var þetta gott. Banana bun. Bara beint í banana, sko. Ætla að segja þetta setja bananan á reilið. Það væri juicy, sko. Vá, hvað ég held að væri einhver karakter lengst fyrir framann. Ég bara, ha? Hvað er, wow. Hvað var þetta? Þetta var eitthvað. Var þetta ekki bara svona sprengju sem voru droppar og síðan bara sprengt þér á leið? Já. Þetta var þetta... Ég hef ekki hugmynd hvað við vorum að horfa á, sko. Nei, Koma til bara eitthvað risa kanón þarna og hverfur sér bara. Já. Hann næra klóri í bakkan, okkar maður. Já, þetta er þetta. Gerir vel hérna. Þetta var þetta góður. Gerir vel. Náði svona að lokka almennilega inn í senustu tveimur. Já. 18 hana. Já. Það voru með,
Það samt FB. Já, FA í rauninni í 4. sæti þarna í öllum kortunum. Já. Það var náttúrulega... Það svolítið erfitt. Það erfitt. Svona þetta bara. Svona þetta. Jú. Það bara Rocket, nei Mario Kart, ég má alltaf segja Rocket League. Allt einhverju bílar og eitthvað, þetta bara... Það dekk á þessu, þetta samadótið. En FB það var búin að tryggja sér sigur hérna, þeir unnu í rauninu öll kortin. Ef hann var neðstur allan tíman, þá náttúrulega eru þeir bara búin að tryggja sér. Já. Ef þú ert fyrstur og neðstur, þá er það 5 stig. Þá er það, fyrstur og neðstur, þá ertu með 6 og annað og þriðja eru með 5. Þannig að þú getur unnið þetta á 1. og 4. Já. En þá má líka ekkert út að bregða. Nei, þá hefði í rauninni Jökull þurft að vera bara á toppnum alltaf. Já. Sem hann, þú veist, hefði mögulega hann var ekkert langt frá því, sko. Hann átti gott ról þarna en dugði ekki til í þetta skipti. FB er búin að tryggja sér þá fyrsta leikinn. Næst eigum við þá Counter-Strike og fáum að vita þá hvað kort verður þar og hvaða leikmenn munu vera að spila. Það verður skemmtilegt fyrir mig að sjá að ég náttúrulega hef í rauninni ekki hugmynd hvaða leikmenn er í FB því við kannski vita það meira en við ræðum það þá bara betur eftir. En þangað til ætlum við að taka 5 mínútna pásu og borða ís og eitthvað. Sjáum ykkur eftir smá. Verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Jæja, velkomin tilbaka, við vorum rétt í þessu að horfa á FB vinna nokkuð sannfærandi í Mario Kart, næst eigum við Counter-Strike, það ennþá núna verið að velja hvað kort verður spilað og þannig þangað til, þá ætlum við að fá að borða Minecraft ísinn hérna frá MSIs, ég hef ekki smakkað þetta áður, þannig ég ætla að borða á alla. Go for it. Þið hafið fengið... Já, núna hérna við skulum ekki hafa myndavélina á nos ég var bara samt þetta verður eitthvað klipp og gert gif að mér á sörðu en fyrir ykkur sem ekki vita þá sem sagt þetta þrískiptir ís og græni vanilla og síðan bara súkkulaði og Blue Crispies það þessar bönir bláa bönir það eru demotarnir og sem vanilla Yum sko, mér finnst eitthvað svo óþægilegt að vera með mikrofóni á meðan maður að borða ísinn en þetta líka fyrir Ég veit það ekki sko, stundum finnst mér með svona ísa, þú veist, finniði innan gæslappa gerfubræðið. Gerfubræðið? Nei. Mér finnst það bara mjög þægilegur. Já. Mér finnst það mér svona, að því ég ekki mikill ískall almennt, en þetta mjög mildur og þægilegur ís. Þetta svona, þú veist, ef það ískallt úti, ég get alveg bara eitthvað, fara í, við getum nánast bitið hann bara í heilu. En kannski ég bara að bulla, maður sjá pakkan áttur. Já, maður taka þannig. Já, það taka þannig. Já, ég meina, þetta alveg bara, þetta bara solid. Sem ekki mikill ískall, þá gef ég ís aldrei meir en 8 í einhvern ever. Já. En ég myndi samt alveg segja solid 7, sko. Þetta bara nokkuð góður ís, sko. Grön, fargat, vanilliglas, kakóglas, vanilliglas með rísbólar. Ok. Já. Ég veit ekkert hvað það en... Þetta hljómar eitthvað. Þú voru góður heimur, svont. Fínastir heimur. Þetta eitthvað. Ég að reyna að gera sænska hreim. Ég veit ekkert hvernig þið tala. Ég held að dóttir myndi elska þetta. Já. Þetta var svona right up her alley, sko. Þetta er svo skemmtileg rís. Það málið, sko. Ég vil líka mörg brögð. Já, ég veit samt ekki að því hún meira fyrir Counter-Strike, sko. Hún bara eitthvað Minecraft, Counter-Strike for life. Hvað Counter-Strike ísinn? Það að vera með svona T og C-T helming. Það Asimov-skinn. Mismunandi skins á svona mismunandi íspinnar. Það eru skins í leiknum. Ég líka speedrunna þetta, sko. Ég bara þannig get haldið áfram. Það er mjög solid. Já. Ég fíla svo mikið súkkulaði ísinn, sko. Hann svo, ég veit ekki, mér finnst hann verið svo súkkulaðilegur. Hvað súkkulaði ís? Brúni. Já, þetta var súkkulaði parturinn af þessum ís. Ég held að það væri einhver önnur svona... Vanlega eru kúlurnar aðeins meira svona crispy. Hérna, nú ætlar að borða einn í viðbót. Já, Mansú, þú ætti að fá þér hennar nýs. Ok, ég mæli með það. Nú sé ég fæ þetta í eyrað, sko. Þið vart að gera þessu hljóð. Þetta fyrir beiltir í eyrað mitt. Þetta bara... No thank you. En geggjað, við getum hins vegar mögulega fengið upp á skjáin hérna hjá okkur hvaða line-up verður í kvöld á milli FB og FH í Counter-Strike. Ég mista hann. Jú. Luffy, þetta er One Piece fan, Sindo, Yuta, Heavy Putiso og Indian Ninja. Ok. Og það er í FB, FA, Tvíó, ABCD, Bjöggi Gamer, Jóhann S24. Núna þekki ég engan. Luffy. Er hann í hvað deild? Kongur, veit ekki hvort hann er sér að keppa, en hann er í FB, já. Hann spilaði á, hann spilaði í á Skjálta. Já, á lannu? Já. Og hvað leið var hann?
Já, sæll. Hann var, ég man ekki hvað liðið hét, en þetta var assistlið. Það voru bara, þú veist, ég man ekki, Tælendingar og bara svona representin. Já. Það var bara mjög næsku. Ég var á þessu lani, ef ég maður rétt. Og þú varst á þessu lani. Þú varst beitt fyrir frá mig. Já, þú varst með heiðarilið. Já, heiðari. Akkurat. Beitt á mótið þér. Já. Nei, ég man samt ekki eftir að ég spila held ég ekki á mótið þeim. Nei. Ekki svo ég viti. Þeir voru held ég neður í brakkett eða eitthvað. Ég skilið. En hafið þið eitthvað síðast lið spila á þér? Við sáum FH. Já. Unnið þér? FH. Já, þeir eru nú. En þú veist, eini sem ég þekki hjá FH Bjöggi Gamer. Annars, engin annar. Já. Nei, náttúrulega þetta erfitt fyrir mig að því ég svona krónískur sólokjúar og í úrvalsdeildinni, þannig ég þekki bara úrvalsdeildarleikmenn og síðan bara eitthvað gæja frá Fraklandi og eitthvað sem alltaf öskra með þannig að ég með mjög lítið svona insider info á allt sem eitthvað mikið undir úrvalsdeildinni. Kannski einhverjur í fyrstu deildinni ég svona, og ekki nema við erum að tala um bara alvöru burnouts í 3. eða 4. bara, þú veist, gömlu Drake-leikmennina eða eitthvað svona vel gamalt, sko. En við erum náttúrulega komnir í náttúrulega miklu yngra kategóri en ég Já, þetta boomerinn sem ég 16 til 18 ára. Algjörlega, þannig að þetta ekki endilega í einhverjum svona social circle sem að ég spila mikið. Ættir að vera mikið með. Nei. Ég einu krakkarnir sem ég með á þessum aldri sem ég spila með þeir sem eru komnir upp í úrvalsdeildina. Þú veist, við vorum með Rex á tímabili í Vega og eitthvað svona þannig leikmenn. Já, var hann í Vega? Hann var í Vega, tók 2 season með okkur. Hvort við höfum lent í úrslitum, hann spilaði með okkur úrslitaleikir í Arena á móti Dusty og síðan lentum við í 3. sæti eftir töpum undanúrslitum móti Sögu eitthvað tímann. Ok. Þannig að hann kom sér aftur í úrslit náttúrulega núna í ár, þannig að ég verið að gera góða hluti. Það þetta S24, það spurning hvort að hann sé hvort hann tala um artistan S24. Svona indie rock artist, sko. Ég veit ekki hvort þið hafið hlustað á hann. Nei, kannst það ekki vera. Hann heiti S24, þessi artist. Hann gerir mjög skemmtilega indie rock tónlist, sko. Ég vil bara vera með eitt lag á repeat í gegnum tíðina, það var bara Easy for Ends. Það svona mitt djamlag. Leo, ert þú með playlistan eitthvað? Já, þetta var back Easy for Ends. En við býðum hins vegar eftir, ég gerir ráð fyrir að þeir séu bara að velja korti sem við ætlum að spila. Hvað heldur við sem að fara að horfa á hérna? Sko, FP voru þetta mestartlið, þangað til að einn aðeili hætti. Erum við að fara í hvað? Inferno. Ég þar alveg til í Inferno. Já. Ekki það sem ég var að búast við hins vegar. Inferno svona, já, eins ég verið kantir öðru kortum til að spila. Það er svona map sem við erum búin að sjá núna bara, þú veist, svolítið oft. Við erum búin að sjá það nú á tvisvar, sko. Var það kannski bara FA sem spilaði það síðast? Já, reyndar. Það gæti verið. Það var þetta í seinustu viku. Það var Tekno og... Já. Jú, var það ekki? Fengum við ekki núk síðast? Þú byrjar að sjá alvarlegt svona Inferno fall-off þegar þú ert komin í hærra level. Því hærra level sem leikmennir eru því minna sérðu Inferno spila. Því það verður bara rosalega erfitt að allir vita hvað þeir eiga að vera að gera. Þá byrjar þetta að vera mjög mikið svona slegg í einhverju svona dæmi og fólki finnst það ekkert almennt gaman, sko. Nei. Verður þess að vera í döstið eða mér aðeins eða eitthvað. Við vorum að sjá hérna munkin með XM á Inferno. Það var... Já, á veggnum. Var hann á brókin? Ég man ekki nákvæmlega hvað hann var. Nei, hann var bara að spila allstaðar, held ég. Hann var bara á XM. Já. Hann var búinn að ákveða það fyrir leikinn, hann ætlaði að spila XM og keypti bara enga aðra byssu. Besta mappi til að spila XM líka, þetta er þröngt. Þú kemst upp eiginlega, allavega sem Sheti kemst upp með eiginlega að spila hvar sem er. Já. Þú getur spila á longinu, close á bæði við bara inn á bíinu eða á broken wall eða í húsinu sérstaklega. Þannig að hún er alveg versatile í þannig mappi, sko. Já. Það er ekki mikið af shotgun mappum. Sérstaklega, þú veist, við erum með eitthvað Nuke, við erum með Inferno, erum með eitthvað fleiri. Svona close combat. Í rauninni ekki sem við varum að tala um, hún getur verið mikið spiluð. Yfirleitt er það bara ein posa eins og í kannski Anubis eða eitthvað í Electric eða eitthvað, skilur við. Annars er þetta ekkert eitthvað mjög versatile. En hérna er alltaf hnífað upp að helming. Hvernig eru in-game nöfnin þarna? Elias. Ok.
Við erum Við með erum með Karambit þarna. heavy pieces. Hann að koma hann að leit í baki. Við erum með hnífa. Herru, F, tekur þetta. Tekur hnífana. Gerum ætlalega ráð fyrir að þeir ætla að velja sér hérna City-helminginn. Já, það held ég. Það er svona... Jó. Það er gaman að sjá, við erum með Kúkri hérna. Síðan var einn með Karambit. Já, við erum að horfa á Bonafide Gamers. Já, þetta eru gamers í FBA. Grínsk. Þeir var líka að sjá nýju hanskan, hana blái. Dökkblái, hana úr Dead Hand Collectioni. Það er ekki nýja Collectioni. Það er Terminali. Jú, það er ekki, Dead Handin, það er nýja. Þetta er stækt. Já. Hæ? Geggjar hanskar, geggjar kombo, hvort það var eitthvað rúbínhýfur eða eitthvað. Já. Keyra hérna, gott hjá Zero. Halda áfram bara hérna, glokka þetta aðeins að hægja á sig, þrýr að taka móti þeim. Zero með 2. Jökki nær 2 tilbaka. Ekki hann á að tengja Zero. Bíða alveg fallið. En hins vegar kemur Elias og Heavy í bakið. Ég held þeir búist nú ekki við því að báðir komur svona í hratt í bak. Allavega búist við einum, en vita þær að báðum. 2 og 2. F.A. gerir vel hérna samt að fara í crossfire. Ógúlunar. Já. Flott ránd hérna frá F.A. Ná hérna fyrsta rándri við pistól. Mikilvægt líka í svona city-sided mappi að taka pistoli. Koma snjóboltanum í gang. Algjörlega. Fyrir að rúlla. Þetta er oft, þú veist, 8-4 mappi, bara svona, það er hægt að vinna með það. Já. Já, ég myndi að fór hvað, 13-16 í síðasta leik þessara liða í Counter-Strike. Já, ok, þannig að þetta eru jöfn þannig að lið. þetta er mjög jöfnt, já. Já, það getur allt gerst. Já, F.A. væntanlega vill hérna ná þessu mappi hér til að koma með þessi 1-1. Erum við að sjá þetta? Full er bara, já. Hlaupa hérna í burtu, nógum SMG að koma hérna, engin smókur hins vegar fyrir City, keira bara hérna út. Ná 2 hins vegar, gera vel. 3-3. 5-7 sterkustu byssunum eins og leik, sko, það er örg. Ég er mikill 5-7 maður. Ég hef aldrei lagt í degluna, þannig að 5-7 er bara my go-to, sko. Alveg sammála, sko. Byggi game er 42. Keiri bara hérna út, fær 3 hérna, nætt 2. Gott chickle hjá Zero. Já. Eins og að tekja inn. Ná, örlítið að brjóta bankar. Já, þetta var góðu skæði. Já. Svona með að þeir keyptu ekkert mikið inn í þetta. Nei, það voru ekki bara pistlur, keyptu ekki armoraði neitt. Það voru bara 5-7, já, sem að voru keyptar. 2-0 fyrir F.A. Ágætis bæ enga síður hjá F.A. Já, við erum að sjá hérna fyrsta bæróndið fyrir gang og núna hvort F.A. næra að halda þessum bolta gangandi. Allir fara second mid, sínst mér. Og þá upp í apps. Þetta sé kannski ekki ekki miðuna það. Það er splitta. Einna allir sé að setja fyrir, nei. Það er að splitta, einhverjir 3. Jú, ég var að hugsa hvort það er alltaf að taka flashplay en að flasha inn í pittin, en sýnst það ekki alltaf að vera þannig. Þetta er þetta mjög gott fyrir F.A. hérna, bara 1 í pitt með SMG og 4 að koma í húsið, hinn 2 í mark og sjá 1. Gerir vel hérna, en tekinn hins vegar 2 pikk hérna hjá F.A. og FB gefur bara aðeð 3-4. Svolítið græðki hérna hjá 2 og keyrir í eitthvað pikk en refsa fyrir það. FB kom hérna sem flank. Nær hérna stóru tæmingi. Frá hjá pittinni. Nær ekki að klára killið. En sýnist alltaf að vera gott retake eins og það er allt hérna á Abysindi tekinn líka. Steffi kemur inn, þeir eru með kit. Hann átti Luffy að tryggja upp disciplina, sko. Já. Það vant hann að skjóta og hitt ekki. Nei, akkurat, það gefur skil hérna, en virtist ekki ætla að hafa áhrif á rondi hins vegar, ná að loka því. Það var góð trade hjá FB.
koma allir saman. Það með instasmoke svona fyrir... Það ekki verið longið, það er neðst. Nei, þetta er neðst mid. Já, neðst mid. Já, ok. Það eru að pussa second eða? Já, nei. Þú veist ekki með þessu. Bara til þetta næja info sýnist mér. Já. Það var næstu mjög góð grena og það munaði litlu hann hefði bara tekið smókinn burt og hann hefði staðið fyrir framan hann. En munaði pínu upp á... Þetta fyrir pússar að það deyr nær ekki einum. Tvei á píkalanga. Kvinti, nær að týnka hann í gegnum vegginn þarna. 45. 2 mólar. Tvei á staðar og nýja drepan. Nær einum. Já. Zero fljótur í rífragi. 4 móti 3 núna. 2 ennþá inn á aðinni hjá FB. Og Heavy má ekki deyja hér. Nær Heavy í pit. Núna vita að Zero er hérna á Marko. Þannig að vita að aðeins ekki var opið. Spurning hvort þeir spara. Þetta er hvað, 3. rándið? Appi City og vætar hérna. 4. rándið. Þeir voru eitthvað íhuga að spara þarna. Jú, hann er kominn, byrjar að hlaupa tilbaka. Hann síðan. Hann er 12 p. Ég held að þetta er bara best að spara hérna. Já, þeir eru ekki... Þeir eiga bara 1 kaup inni, FB. Ja. Gott ránd hérna frá FH. Búin að ná 3 hérna bara strax í byrjun. Sem tær. Og FB þurfa í rauninni að tryggja sér þetta næsta ránd. Já. Annars eru þeir komnir í svolítið erfiða stöðu. Vilt ekki enda í 4-1, fara í ego, setja mögulega fyrir 5-1. Þá eru í rauninni FH bara komnir með eiginlega öll rándin sem þeir þurfa faktist. Fyrir góðan City, sko. En vissulega náttúrulega mismunandi eftir líðum hversu góðir þeir eru í City og Ter, sko. Það er svona allir gangar á því. Sérstaklega líka þú ert að spila í svona móti. Það sem að skalinn að leikmönnunum er ekki endilega jafn góðir í gegn. Þá getur oft verið erfiðar að vera City að því vörnin er með veikleika, þú veist, á ákveðnu stöðum þar sem að lélegustu leikmennir eru versus bestu leikmennir, sko. Zero hins og með 2 á miðinni. Góð opnun fyrir FB. Þurfti að þessu að halda. Í boiler. Líka nokkuð yfirvegu vörn núna hjá FB. Ná pikkunum, fara bara aftalega, bunkera. Og Jóhann og Appi þurfa í rauninu bara að ná ykkurum pikkum hérna til að gera þetta dýrt fyrir það og gera það, ná 2. Allt í einu orðið geranlegt hérna fyrir FH. Síðan komin hins vegar í bakið. 2-2. Vita ekki hins vegar af honum í bakið. Komnir hins vegar inn á sæt. Eru með smóka til að loka markóðinn. Gott flass frá Zero. Þeir sækja hana, 2 saman. Þetta er erfitt. Zero með 4 eða ekki. Það voru þetta 5. Hann á alltaf 4. Stendur ekki hérna? Jú, 4. Jú, 4. Og Heavy með 1. Já. Það var 1 sem kom hann að sjóttið og Heavy tók hann. Mikilvægt ránd fyrir FB. Já, Zero steg vel upp hérna. En aftur á móti bara vel gert eins og var í FH á plantinu. Ná líka 3 úr sko 2-5. Þannig að þetta er bara ágætis redding svona miða við. Gera þetta dýrt fyrir FB. Já, minka skaðan sem að þeir tóku. Eða svona, já. Algjörlega. Þetta hefði mjög auðvitað geta orðið vond. Líka þeir eru sparað og ekki ná plantinu þá hefði FB geta haldið öllum vopnunum sínum. Kjúklingurinn maður. Drápa. Þetta er ekki bara stríðskleipur. Sjá Jóhann taka pík en... Matti, hann kemur hérna út, Heavy enda í pittinum, spila vantanlega bara húsi, Zero aftur á móti á Marko. Hendir smoke hérna. Heavy góðri stöðu. Var þetta ekki bomban?
Jú, það ekki. Datt líka hann fyrir framan kassan, beint hjá City-honum. Gott pick hjá 2. Nær Zero. Vita við hefði hérna, ná hún líka. Hér svolítið að svinga bara í þessar línur. FH. Smókur kemur út, ekki góður, aðeins og djúpur. Theo hérna, já. Droppar, nær hinum. Theo með 2. Glæsilegt. Nær ekki að klára Luffy, tíminn að tikka. Já, Theo fljótur að koma þarna í FIFA-gi með 4. Flott hana, ég var Theo. Já, hann kemur þarna úr húsinu og nær að opna sætið alveg. Hann Theo gerir góða hluti hérna. Peningurinn hjá FB er líka ekki góður. Þannig að við erum líklegast að fara að sjá annarkvort bara mjög létt kaup. Ekki nema vilja bara force inn í þetta, en við þykir það ólíklegt kannski. Ekki bara 5-7s? Jú, við myndum halda það. Já, smá jútil á Luffy. Mér langar að sjá hérna, þú veist, það sem eru spar og það er með 5-7. Mér langar að sjá Heavy fara inn í appsið og spila með Rocket. Ég elska appsið, ég er appspilari. Ég líka, ég er appspilari líka. Það er svo gaman að bara gera eitthvað unexpected appsið. Þú ert með rosalega mikið af svona options í apps. Já, gera hérna vel, ná 3, ekki ennþá búin að missa leikmann. Já, 2 og aftur með lurkið hana úr apps sem borgar sig. Luffy hefur enga tapa. Mögulega, já. Einum, nær AK og vill væntanlega bara sleppa með hann ef hann getur. Já, nefndi ekki. Nei, apps er mjög skemmtileg staða því þú ert með það option að geta farið í snæperinn og timing fyrir aftan þá sem er á miðjunni og getur pushað út ef þú tæmað á þannig sem getur notað smóka á tröppunum til að krossa, þú ert mjög fullt af svona skemmtilegum options til að vinna með en það verður hins vegar fljótt leiðilegt hins vegar þegar þú ert alltaf refsaður fyrir það. Já. Maður er ástundu þannig leiki þar sem maður er svona, ég ætla að fara í ykkur place og síðan allt inni er búin að deyja 3 svar og þú allt inni þarft að sitja í pittinum og mátt ekki gera neitt leiki. Þú ert komin á stuttu ólina. Ég hef alveg átt þannig leiki af og til og ég ætla bara að vera í pitt. Gott pick, Zero. Það er alveg hérna hjá FH. Frísar alveg hérna. Zero með tæt línu á mittið 2 í appsinu, komboiler. Góð smókur hérna. Það er að fara út með honum. Börn niður í boilerinn. Smókur short. Þetta fyrir gerir sound. Það geta eiginlega ekki kert í gegnum þetta á flasku. Tásennar á honum í örindum. Þannig á 2. Já, aftur með gott pick. Þeir eru að gera góða hluti en þú voru að bara mjög tekið niður núna. Síðan eins og það er nær honum þarna í hlaupunum. FH eru búin að vera öflugir í þessu 2vx stöðum sko, þannig að spurning hvort það Böggi er bara að bíða eftir píkið hérna. Já, þetta var virkilega vel spilað hjá síðan hérna. Mér er svo gaman, ég held að sko uppáhalds appsplayið mitt er það að ég smóka og smókurinn, þú veist, sést að þú veist, fólki sem er að koma upp hérna second sjá að það sé smók í appsinu en síðan er ég bara, er svona lítið bil á milli smók og hana opið. Já, það menna í hurðinni þá? Já. Gott að henda þessu smók oft og akkurat vera upp á reilinu og horfa aðeins yfir. Þú veist, þeir eru svona sjá smókinu og þú eru oft það er enginn hana, eða þú veist, það er svona gapp hana. Gerir stóran skada á æstu. Búið að mýkja alla FH svolítið niður. Já. Líka. Og einum heavy nær 2, það er einum í gegnum smókina þarna líka. Já. Nær 3. Mikilvægt ránd fyrir FB, búin að gefa 5. Já, kemur þetta klárast. 4-5, þetta er bara frekar jafnt hjá þeim. Mjög jafnt. Já. FH eru svona aðeins búin að vera lítið sterkari, mínum mati. Já, í rauninni, þú veist, það væri
bara geggja fyrir FH að þeir ná einu rándi í viðbót. Við erum líka að sjá mjög svona jafna dreifingu á þessum leikmönnum fyrir utan kannski akkurat Elías sem er 0-8 og Estutu fyrir með 2-8. En hinn 4, þú veist, nokkuð þéttir og það er auðvitað að vinna með það. Ef við erum að sjá 1 og 1 leikmenn sem aðeins verið að þú ert komið í 2, sko. Það eru ofta með alla sakkaði. Þeir eru ánægðir með hvað þeir eru djarfir hérna í byggunum. Já. Þeir eru bara að fara á halda að millín. Þetta bjóður bara hoppar út. Síðan refsar þessu, tekur 2. Jóhann næri honum ekki. Ég bara gerir ráð fyrir þetta árið 2, sko. Já, sem Já, ég hann líka. búinn að vera þetta tíma. Við vorum báðið næstu í brosentri. Hvað hann að gera í húsinu hans 2? Ég skil ekki neitt. Óheppileg tímasetning. Akkurat hann hoppuð upp. Elías sem var komin á kortið, búinn að ná einum. Luffy, já, komin í baki. Új. Veit á hann. Gefur hljóð, já. Tekur samt einn með sér, en... Theo er að hitta skemmtilegum skotum, sko. Það er með one-tapinn, sko. Já, það er hanskar. Já, þetta er hanskar. Já, þetta er geggjað. Þetta er nýjanskarnir. Þetta er flottir. Þú þarft ekki að borga til að opna terminali, það? Nei, þú ert að síðan að borga fyrir skinn eins og færði terminali. Og ef þú færði eitthvað geggjað, þarfst að borga fyrir þau. Hvað meinarðu, hvað ertu að borga market value það? Já. Ertu að borga market value? Til hvers á... Af því að þau kosta síðan meira á eins og, þau kosta örlítið meira síðan að þú ætlar að, þú veist, selja þig á síðu. Þannig ef ég unboxa bara eitthvað emerald hníf eða eitthvað, er bara að borga $400 eða? Átt bara ekkert efni á... Þú getur ekki unboxað hníf, það er bara hanskarnir. Ok, Hanskar. En varum við samt að tala um bara eitthvað $100 sem ég þurfti að borga? Þetta er Það var eitthvað 350 sem Þetta er eitthvað klikkað við minn þurfti að borga. Til hamingju, þú mátt borga $350. Í staði fyrir, þú veist, hvað, 400 af síðu þá, eða eitthvað svona. Þetta er ágætis... Þetta er ástæði fyrir að Evrópusambandið er að banna svona kassa og svona í þessum leikjum. Þetta er orðið... Já, þetta er ekki eins og þetta var, það sem að þú í rauninu keypti bara leikinn og það var bara fínt. Já, bara good to go. Ja, þú veist, ég veit ekki hvort að þið munið eftir þessu en þegar ég var í 1,3 eða eitthvað back in the day, þá voru skins náttúrulega ólögleg. Það máttir ekki vera með þau, já, en þau voru náttúrulega öll modduð inn í leikinn. Þannig bara þú sá skinnið þín. Já. En þá voru leikmenn byrjaðir að, þú veist, setja CG-skinn sem svona neon-græna. Þannig þau voru inn í skugga og lýst það bara í myrkri, skilurðu og eitthvað. En það var alltaf í mótum og allt, þannig var þetta alveg bara stránglega bannað, sko. Já. Fullt MP5 hana. 6-5 fyrir FB. Það er svona FB að koma sterkir tilbaka. Er einhvern veginn búnir að finna flæðið á leiknum. Ó, ég glittaði einn. Góðmáli, góð greina. Og grinni. Þeir eru með ágætis B-hótt, FB. Þeir eru að nota rétt út til og Já, Luffy gegnum smók. Tjóðvill, þetta er gott. Bell á sjórtinu. Nei! Elías er í rauninni að koma hérna. Eftir við káluðum hann út. Já. Hann er búin að ná hérna 3 killum. Ljótt pússana hjá Luffy, þetta hefur verið gott en ABCD nærunum. Já, mikilvægt að sleppa ekki D-inu annars, sko. Ja. ABCD. D. Þetta er alveg stórt D nefnilega þess að Zero. Já, bara einu líka 7-5. FB nær að gera viljana, tekur senastu 5 rándin og núna erum við að tala svolítið þetta pistol round, sko. Já, þetta er svolítið mikilvægt pistol round. Já, að því fyrir, FH í rauninni vill helst ná að fá það sín megin, sko. Líka urðu svona eiginlega mikilvægir þessi pistol round
þegar þið þrengdu rándin. Já, minkuðu. Já, því þú veist, þú tapar báðum pistol, þetta eru 4 ránd í 12, eða þú veist, þú þarf 13 til að vinna, sko. Þá ertu komin eiginlega svolítið langleiðina, sko. Já. Ekki það að þetta var einn besta breyting sem var gert í Counter-Strike á sín tíma að því við tölum áður þegar þetta var MR15 dæmi þá vorum við að sjá náttúrulega ef þú tapaði pistol þá þurfti að taka 2 ego. Já. Þannig að þú varst með 2 ömulega leiðilega ránd í kjölfari, skilurðu, og það var alveg svolítið þreytt. Þannig eftir við löguðu economy þá meikar þetta eiginlega meira sem þú þarf bara að spara einu sinni. Það hafi verið bara frábær breyting, en hins vegar ég FA hérna að tryggja sér sínist bara fyrsta rándi. Nei, eða hvað? Það þarf að reynóta. Já. Það þetta FA 6 og FB7. Já, hvað segir við því? Þú kólaðir þetta fyrir leik. Já, hann kólaðir þetta fyrir leik. Þú sagðir, hann sagði ekki ef, hann sagði þegar 60 kemur. Já. Æ, þetta aðeins svo gott. I can't believe it. Það er bara, það rugglaði hversu fyndið það gerist, sko, og þú veist, það gera það í chattinu og eitthvað, þetta er ótrúlegt, sko. Það bara svona... Ég var að sjá skrítnasta vídeo heimi af OnePixel og XQC að gera 6-7 counterinn, ertu bara að sjá það? Þeir eru að keira hérna... Já, það er 2 low hérna. Gott, já, ok, S24 tilbúin að bakka hann upp hérna og núna Stian tekið inn líka 7-7. 7-7. Nei, með talandi um hennar counter, ég prófaði þetta, það virkar ekki þetta stundum. Prófaði þér? Why would you? Það er sko, það var, án þess að segja mér, það var tekið upp og það var gert gif að mér, gera þetta. Já, var þetta tekið upp? Postað á netið. Oh god. Þú fær svona blackmail post bara, þetta fer til fjölskylduðinnar. Nú er bara... Ef þú vilt ekki missa alla viniðina. Jésús, óttir. Black Mirror og þáttir. Nei, ég held í alvöruna að ég myndi borga 10 skall. Ég er þannig $10 til að svona vídeo á mér var ekki að koma út af netið. Eftir fyrir mitt að koma sterkur hann inn. Ingar hérna einn í viðbót, en ég er alveg fallið. Zero hérna svona low, Luffy, half HP. Retake kemur hérna inn. Það er gott þarna með að spila neken. Já, það er... Ekki oft sem maður sér það. Svona hægt rotate þarna frá fjarkanum. Byggi kemur 69. Luffy ætlar að lappa inn í þetta. Það gerir vel hérna, ok. Mögulega með þessu að fara að tryggja þetta ránd fyrir FB. Vita báðum núna, vita báðum. Já. Jóhann keirir hérna, low á triple, Luffy nar öðrum, Zero. Gera vel hérna. Já, FB. Þetta var í rauninu bara hægt rotate. Það er svona, kommin hafi ekki verið nægilega góð. Þeir eru að keira hérna á longið, drepa báða og, þú veist, rotate var, þú veist, voru í rauninu ekki byrjað að rotate að fara planti komin, sko. Þeir voru ekki komnir, sko. Þetta er miðað við hvað þau voru low HP. Ef að rotate hefði verið hraðar, það hefði ekki getað komast í bósenda til að vinna þetta round, sko. Já. Þannig 8-7 fyrir FB. Þetta sér maður mikilvæg, good comms. Já, það er gott að vera með. Hittir 2 í líf. Hákinn, Zero hérna refsarunum fyrir þetta. 2 mjög lágir núna hjá FB, en aftur á móti, 5-4. FB smókatopp, nei, mólur. Það er smókur. Þessi móli gæti reynst dýr hérna. Þeir eru líklegast ekki að fara á gott flash hérna. Já, 2 og... Allir á línu! Þetta var... Góður smók, gott smóklan upp. Ég reyndi að læra hann, en... Þetta var teamflash, syndist mér. Já, það... Nei, ég er að meina það að svingaði línuna og hann sem var á sandbags. Akkurat þegar kemur á línuna og var að teamflashaðir, báður stöðraðir. Þetta var gott smóklan upp. Þessi smókur er svo mjög góður fyrir sem 10 tekur, sko. Boost-smókurinn. Já. Hann er ekkert verra en akkurat að henda í smók og þetta er núna orðið bara, þú veist, mandatóri hjá öllum liðum á landinu að vera með. Já, takast boost-smókin.
gott Já, vik. Bjöggi, nær einum. Þeir mjög lágir, ef þeir eru eitthvað of gráðir, þá kannski ykkur heimi þetta hægt. En samt nær 2, gerir þetta aðeins dýrara. FB 9-7. Sjáum líka bara 2 leikmenn hérna hjá FB vera að stíga verulega vel upp hérna 18-10, 17-6. Við erum ekki búin að sjá eitt lið leika sem bjöllunar. Taka tónlistina, taka lagið. Svo fyndi að gera góða Vita ekki að vera mjög útsendingu, come on, where's the entertainment? Svo gaman sko, veist, alltaf í byrjun ráns eða eitthvað. Já, baby sjarka bjöllunum, það er klassík sko. Ég held að ég myndi deyja og gleði. Eða góða mamma eitthvað. Gott wondaf hann. Sían. Þetta 4 góða línu þarna. FB vilja bara loka þessari seríu hérna með þessum sigri. Ætlum við sjáum sama frá FH. Það er að lokka inn í seinni rándunum og Bygg. Greinan hægir vel á honum, hann næri ekki að streifa út. FB 10, FH 7. Já, eins og staðinu núna erum við ekki að sjá neins svör frá FH. Þú ert líka að sjá aðeins lélegra longhold. Það er svona, það sem maður er að sjá svona stærsta munun á milli liðana er að longholdi hjá bananaholdi var mjög öflugt frá FB. En þarna hjá FH, þú veist, smókurinn er mjög sjaldan að koma út, mollun og greinurnar líka. Það vantar þetta util til að geta tekið longi alvarlega, eða þú veist, alveg almennilega af þeim. Þú veist, þetta er alltaf 1 grein og 1 fyrir sandbags. Það er búið að vera, og hinn er bara inn á side, sko. Já, hann er bara aftast á... Það er pússi sem... refsaður. En býst væntanlega ekki við ABC, en gerir vel, fer bara ekki í það. Löffi 9 HP, 2 þarna, góð lína. Vingar alltaf vítt. Nei, en þetta er það sem við erum að sjá. Þetta er bara FB er eiginlega að abjúsa þetta longið. Góður smók hjá FB. Finna veikleikana og nýta. Núna sko í teamchatinu á Discord. Þeir eru að segja, eru þú síti smókaði banana? Já. Það missmókur. Nei, þetta eru búin að vera nokkuð samfærandi ránd í FB hérna. Þeir eru bara að ná bíunni vel, setja þetta í 11-7, peningurinn ekki góður hjá FH. Öllum líkindum að fara að sjá 12-7. Þeir þurftu bara að finna flæðið. Þeir voru svolítið að leita að því. Algjörlega, og líka verðum bara að sjá FB hitta líka flottum skotum, sko. Já. Alltaf, þú veist, 3 leikmenn búin að vera að henda í algjöra neglur, Sian, Shiro og Luffy, sko. Já. 11-7, FB. Það virðist í rauninni ekki hafa neina áhrif á það að Elias er ekki að fragga. Nei. Bara hinn er að hitta og það bara í rauninni skiptir ekki máli. Shiro og Luffy halda á sig og síðan koma supporterar Heavy og Sian og... En X-Man komin út hjá Jóhann. Sjáum hvort að hún ná eitthvað... bara close. Og Negev á S24. Hann keyrir niður. Ok. Timing? Spurningamarki? Sáu þeir hana? Nei, sá hann ekki, en það er samt erfitt angul að taka, sko. Já. Hún ætti að horfa á vittlust. Þetta er gott mitt. Þetta pussir eiginlega yfirleitt bara gott með smóknum, sko. Annars ertu oft í bullandi vandræðum. Það er rétt, sko. Nei! 2! Af hverju? Líka, af hverju uspuna? Já. Hvað? Já. Ég myndi skilja hnífin, en... Þetta var grátlegt. Það var með lína á hann. Hann er ristu til Jóhann, 1 eftir. Herru, klíraðar hann. Já, Jóhann. Ok. Getur mögulega að bjarga þessu rándi fyrir FH. Þetta er á lífi. Sá hann ekki. Hann sá það ekki að setja. Heyrir í þeim, vantalega. Jú, hann er það. Já, veit að hann er núna pottið. Nálægt. 12-7 fyrir FBM. Þetta er að fara að loka þetta. Já. Það kemur ágætis. Peningurinn er bara ekkert frábær, Nei. Og ég sé ekki ennþá, þeir eru held ég ekki átt að segja á hvað er að fara úrskeiðis hérna hjá FH. Þá er ég ekki alveg að sjá hvernig þeir ætla að ná að snúa sig við. Þetta er 5 heil ránd sem þeir þurfa, sko.
Já, og þeir eru búin að tapa 5 í röð. Þetta það sem að IGL-in þarf að koma inn, þú veist, IGL-in þarf að vera að spotta hvað að fara úr skeiðis og byrja að taka plástarana, sko, og reyna að patcha þetta upp, sko. Stopp í göttinu. Já, en það í rauninni ekki að koma, sko. Þá alltaf, tvei og í rauninni fyrir aftur í agropíki hana. Komnir upp myndina bara, já, reyna þarna núna, fara 3 á bíða, en þá kemur bara apusið út. Neiturnar! Ég á ekki séns í þessa neitur. 2. Það ekki 2 þarna, þurfti 2. Já. Treyti ekki ná í þessari stöðu. Nei, þetta erfitt retake núna. Smókarnir komnir út bæði á Marko og Tennis. Þannig að, þetta silt með þessu, sko. Það þarf kraftaverk hérna. Já. Þeir eru bara spamma. Nei, reynum í gegn. Ok. Þannig að... Það alltaf dúbur. 2 og 3. Nei, Elias kemur stór hérna. Já, gera vilina. Já. FB klárir þetta. Þeir klárir þetta. Já. Þeir 2-0. 2-0. FB búin að tryggja sig hérna inn í úrslitin og ég að reyna að muna hvort að my mind is working correctly og var þetta ekki FB og tekniskólinni fyrra í úrslitin líka? Jú, reyndar. Það er alveg satt. Þetta bara rematch. Já. Og þetta voru eftir 2 liðin í hérna riðla kemninni. Já. Þannig að þetta eru bara greinilega sterkustu liðin. Já, það virðist vera. Við erum hins vegar að horfa á, við höfum séð náttúrulega bæði liðin í Counter-Strike og við erum líklega að sjá fram á FB sem er örlítið öflugra lið. Já. Ef við erum að fara í heads up á milli leikja, við menn það eftir að sjá Rocket League frá FB, en það var gaman svona að reyna að ímynda okkur hvernig úrslitið fara. Þetta að tala þá FB á móti Tekno. Á móti Tekno. Já, Tekno mun alltaf vinna CS. Það er bara... Það er það málið? Já, þeir eru bara með allt of sterka gæra í því. Þetta er bara algjörnölar í CS. Já, byrju, jú, var þetta ekki 13-2 þarna eða eitthvað á móti... Þetta er Spakko, þetta er Glubbi, þetta er Arri, þetta eru, þú veist... Þeir voru með öflugt Rocket League-lið. Þeir eru líka með öflugt. Þannig að, þú veist, þetta er... Þeir eru með Emil valdur Rocket League. Erum við að fara að sjá bara Deja Vu, mögulega? Já, það getur vel verið. Allavega hingað til eru FB búin að tryggja sér hérna 2 sigra og búin að tryggja sér inn í úrslitin. Við hefum hins vegar eftir að fara í Rocket League og sjá hvort að FH nái þá allavega í það minnsta að gera þetta 2-1 og sína okkur skemmtilega Rocket League. Við elskum alltaf Rocket League. Jú, það er alltaf skemmtilegt að sjá Rocket League. En þangað til, þá ætlum við að taka bara 5 minútur pásu, fara í eitthvað Pringles taste test á meðan við bíðum eftir Rocket League-inu. Þannig að ekki fara langt, sjáumst eftir 5 mínútur. Vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman, verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Jæja, velkomin tilbaka. Við vorum rétt í þess að horfa á FB tryggja sér hérna inn í úrslitin eftir stuttarstund. Þá erum við að fara í Rocket League og þetta er bara sama format og hefur verið áður. Það eru 3 kort og við vitum að FA skarta rosalega Rocket League liði. Þannig að mögulega erum við að fara að sjá allavega þeir eitt svona redemption win fyrir FH allavega, en FB hins vegar gerir gott hérna nær að loka þessi Counter-Strike. Þetta var alveg mjög jafnt þarna á tímabili en reyndist kannski bara of erfitt að verja fyrir FH. Það bara einhvern veginn tók smá tíma fyrir FB að koma sér inn í þetta. Nei, þeir áttu rosalega góða byrjun og við vitum að Inferno er mjög setjasætið map en það virtist ekki vera það í þessum leik. Nei, alls ekki. Nei. En í það minnsta, þá allavega höfum við smá tíma og við vorum að byrja eftir Rocket League leikmanninu, hann við ætlum að fara í bara Pringles testið og erum við að fara í gegnum allt eða bara mystery. Það er 9 sko. Það er 9, Fallout 76 sem er bara tölvuleikurinn. Jú. Er þetta nýtt? Er Fallout 76 ennþá í gangi? Jú, þú veist, auðvitað leikurinn ekki nýtt. Pringles er glæð. Er þetta Fallout bragð? Er þetta svona radioactive? Þú veist hvað erum við að tala um hérna? Það er góð spurning. Ef þetta lítur út eins og uranium eða eitthvað, þá er ég ekki að fara að borða þetta. Nei, sko, málið er að það er QR-kóði efst á toppnum á lokar. Það er QR-kóði sem þú þarft að skanna og segja hvaða bragð og þú getur unnið ferð til, hvert var það? Vegas? Nei. Upp með símaðinn og sí. Tekka á þessu. We're gonna win. Gauðir, maður þarf að finna bragðið. Það getur bara saman tíma það? Já. Ég sé þetta, ég er að sjá hvað ég finni þetta hérna. Já, Los Angeles fyrir 2. Já. Ég kannast svo mikið við þessa lykt. Vá, ok. Let's go. Ég er engu nær, sko. Bara þetta er svo ramen eða eitthvað. Þetta er svo jum-jum-núðlur. Já, er það ekki? Það geta alveg rétt hjá okkur, sko. Ég held að það sé chicken, nei? Já, svona kjúklinga eitthvað. Er það ekki bara? Þetta er samt allt í lagi, sko. Já. Sko, þegar var mjög mikið að minnum þetta var gráðost. Lyktin. Já, ok. Það fá maður ána, sko. Þetta minnum við legitimately á gráðost, sko. Ég held ég þurfi bara meira. Ég held ég þurfi bara svona þrennu, sko. Já. Ég er engu nær. Nei. Ég myndi halda þessi svona, chicken eitthvað. Chicken flavor. Ég get ekki eins og sagt ykkur það, sko. Svo er þetta ógeðslega obvious. Já, sko, málið er líka að þetta er svo vægt bragðið. Já, það er þannig. Þetta er rosalega subtle bragð. Þetta er ekki svona öskara ráði bara eitthvað, þetta er tómatar eða eitthvað, skilur. Svo verður bara the horrible taste of tómatar. Nei, ég veit ekki okkur. Já, það er að fá hann, sko. Og það versta við þetta er, við vitum ekkert hvað þetta er. Nei, við vitum ekkert. Já, takk hérna. Og munum við bara aldrei fá að vita hvað þetta er. Ég held að það sé, sko, að horfa hérna bakvið. Núna er ég bara reiður. Stendur. Er þetta gefið upp í innhaldslýsingunni? Þetta gæti ekki verið ramen, sko. Og ég fann svona keim af svona núðlu flavor. Eða svona... Nei, ég tek ekki eftir því. Wheat season, milk. Er þetta selt í búð? Er þetta bara til að torture okkur? Ég bara veit það ekki. Það stendur ekkert. Nei. Það stendur bara krydd. Flavorings. Já. Yes, a lot of flavoring. A lot of flavor. Garlic powder, sugar. Butter and garlic. Ég sko finn léttan svona lauk keim, en ég var svona einhvern veginn komið bara á gráðostinn, sko. Já. Aðlóta lyktinni.
Og það ekki sterkara? Jú, 100%. Þess vegna ég svona, en þetta bara að ég borða svo mikið af vængjum með gráðustá. Já. Þá var þetta bara, myndi mig bara smá lyktin á það, en bragðið hins vegar ekki alveg. Nei. Við gráðustur alveg mjög svona, já. You know. Já. You know. Þegar maður borða gráðu, sko. Ég var aldrei big fan, en mér finnst þetta geggja á vængjum, sko. Já, þá gráðust á sósu eða já, þú bara mulið svingin eitt, það heitir Ólafsving, þá er bara svona bara sett yfir vængina, sko. Já, og það er mjög, mjög gott, sko. Það er líka bara bestu vængir. Þetta er rosalega vængir, sko. Þetta er hættulega gott. Já, við borðum þetta mikið í vinnunni, sko. Það var ég bara svona, ég lifi eða á þessu, sko. Já. Líka kjúklingur, þetta er ræktarmatur. Já, þetta er svo hollt maður. Já, djúpsteikt og mikið á sósu, við erum að tala þetta er bara games. Já. En allavega, þú veist, hvað er lokasvar hjá okkur? Þannig að við fyrir bara ekki í það. Garlic butter er enda alveg gott. Já. Sko. En býta aðeins, þannig að því að smjatta meira eira. Heyrðu þetta? Já, ég þetta. Sko. Eins og ég sé ykkur ASMR á TikTok. Ég veit ekki, ég finn laukbragð. Ég finn laukinn líka. Já. Ég er alveg sammála því. Þetta er eitthvað laukur eitthvað. Ég finnur better bragð það. Ekki alveg. Nei, ég get ekki sagt það. Við erum með hérna, já, onion powder, garlic powder, síðan bara flavorings. Já. Þannig að við vitum alltaf að það er búið að gefa okkur að þessu laukur í þessu. Buttermilk powder, sunflower oil, ok, þetta. Nei, bara seasoning. Paprika powder, what the hell? Rosi, you kill me. Þetta er lokað það. Your paprika powder. What the hell? Actually, now that you say so. Allavega, ég er ekki neinu nær. Ég ætla að hendi gráðastum bara. Þú sjá hvað gerist. En allavega, ég ætla að kíkja á Rocket League line-upin hérna hjá báðum liðum. Sjá hvað þeir hafa fyrir okkur. Já, við erum hérna með Sissi Palli, Örvar Frissa, Axel Ingi og hjá FB, hjá FA er Step W, PES og Emil Vald. Það er FA sem er með Emil Vald, ég rugglaðist annars. Já. Sterkasta Rocket League á landinu bara. Já. Segð það. Þú getur droppað þeim í deildina bara það ekki og þeir myndi vinna þessu. Nei, ég held líka bara leiður úr svona 22 plus, skilur þá bara fara Rocket League hæfilega. Já. Beina dífuðinni yfir. Já. Þetta er young man's game eins og Fortnite. Þetta er svona young man's game svona. Já, þú veist, ég held að það verður, þetta er svona alvarleg brekka. Já. Fyrir FB. Já. Ég held að, já. Við vorum að tala um að Emil Valdi er bara nummer 1 Rocket League spilari á landinu og PS er líka topp 5 eða eitthvað. Já, Step og Emil Valdi eru starters í landsliðinu. Já. Þannig að það kannski segir, og PS á bekknum. Já. Þannig að það kannski segir, það segir no. Þú ert bara með landsliði að spila fyrir FH og ertu með eitthvað sem heitir Örvar og Axel. Já. Nei, ég segir svona, geta ekki að lítið. En ég meina Axel Ingi, ég man á eftir honum í fyrra. Já. Ég held að hann tók þátt fyrir hann allavega tók þátt í fyrra, gott ef ekki, var ekki bara fyrir FB. Mér finnst merkilegt að þú munir þetta en ekki ég. Ég var að lýsa þessum leikjum, sko. Ég tók 2 leiki. Ég tók 2 leiki í fyrra. Já. Einn með þér og einn án þín. Akkurat, já. Varstu þá í staðinn fyrir mig? Eitt skiptið? Ef ég var ekki? Já. Var miklu leiðilegra. Nei, var ömurlegt. Segðu það bara til að feed my ego. Nei, en í það minnst það eitthvað spá fyrir þessu? 2-0? Já. Nei, sko í leikjum. Já, leikjum, já. Ég ætla að segja svona 6-2. Já. Í, já, báðum leikjum bara. Bæðið, bara 6-2 bara. Og þú ert að sjá fram að 2-0 bara. Já. Ok. Ég ætla að segja 10-1.
Já. Ég ætla að fara bara alveg. Ég ætla að í 20 mörk Nei, það er auðvitað að segja á 5 mínútum. En þú veist, við vorum að tala um landslið og segjum að þessi gæjar eru eitthvað undir en GM eða eitthvað, þá ertu alveg að fara að sjá mörkin rigna þarna inn, Það er það veruleg brekka. Síðan er bara spurningin, eru þeir að fara að spila eins og spiluðu á móti á móti hinnu? Alveg rétt. Spiluðu bara eitthvað svona, voru bara að grínast í byrjun og bara, þú veist, töpu nokkur mörkum og voru bara að leika sig það var eins og það hefði verið tekið í heyrnartólunum sambandi bara, það var enginn að tala saman, það var ekkert lið, það voru allir bara að spila fyrir sjálfa sig. Það var allir bara einhver staðar, einhver fljúgandi, bara tveir upp í loft og sen eru bara svona, þetta er fara að vera hættilegt lokkinn núna okay. Það var svo að síðan kom stegist leikurinn og það var bara allir bara mark þú veist. Eina vonda við ef þeir eru að skora og mikið þá erum við bara rosa mikið í pásu alltaf mark, býða svona, það er ekki alveg viewer-friendly kannski. Leyfa okkur að sjá bílana keyra líka, við erum að sjá bílana keyra. Svona upp í loftinu. Það verður svona athyglisvert að sjá líka á næsta ári hvaða leikir verða rifið í þá, sko. Já. Hann alltaf er búið að taka hann alltaf bara Overwatch og Marvel Rivals alltaf úr umferð. Þeir eru ekki búin að vera, voru ekki í fyrra heldur. Nei. Það var Fortnite í fyrra. Já. Rivals hefur aldrei verið af því að hann er svo nýr. Veitu, við vorum heldur ekki með, hvað vorum við aftur með í fyrra? Við vorum með Counter-Strike Rocket og Fortnite, já. Við þyrftum að sjá eitthvað svona MOBA-leikana inn aftur. Dota eða LOL eða eitthvað. Já, væri þetta, ef það væri LOL, þá væri þetta miklu, þú veist, það væri fljótara heldur en Dota-leikur, sko. Já, LOL. Það voru fleiri að spá í líklega, þú veist, Dota er meira svona... Dota er cool man's game, eins og við segjum. Ég hef reyndar að spila alla, þú veist, ég var mjög grimmur í, ég veit ekki hvort þið muni eftir Heroes of New Earth. Nei. Það var leikurinn sem kom beint eftir Dota 1, og kom á undan League, og var svona true successor af Dota. Og við fórum allir í hann og hann var frýr, hann var ekki frýr, þú þurftur að kaupa hann. Sen kemur League, nema þú þurftur að borga fyrir hann, en hún var eiginlega betri leikurinn, en ógeðslega margir voru bara eitthvað, ég ætla að fara í League frekar, því early League var náttúrulega bara með ömulegt engine. Það var bara, hann var að lukkaði ræðilega og hún var með miklu betra engine, þannig að við vorum eiginlega allir í hún, og síðan náttúrulega bara þegar vildi enginn kaupa sig inn, hann er League bara svona náttúrulega exponentially, bara ógs mjög hratt miðað við hún og hún endaði bara á að deyja út. Og það fór ég í Dota, og síðan fór ég í LOL að lokum, og það var veðmál við ég reyna að muna við hvernig það var, hvort það hafi verið Bjarki Melsteð eða eitthvað. Það var einhver og ég var þetta var eiginlega smá svona svindl að ég eiginlega sagði eitthvað, já, þú veist, ég geti komist upp í, hvað sagði, Diamond eða Platt innan við mánuð eða innan við 2 mánuði í League og hann sagði að það er physically impossible að komast upp í Platt eða Diamond á 2 mánuðum og ég bara watch me en hann alltaf vissi ekkert að ég hafi verið, þú veist, ég var hvað 1900 íló í hón og hæðst það var 2000 en ég var bara up there sem one of the better hón players, skilja, en ég kunni nú þegar lane control og denies og allt þetta dæmi, þannig að þú veist, ég þurfti ekki að læra þetta allt frá grunni, þetta var mest bara svona karakterinir og eitthvað svona hann þurfti ekki að vita það svo þetta var hægt það veit ekki, þú veist líka bara, minnst hann svo skemmtilegur með vinum bara upp á gamanið, þú veist, þegar maður er að leika sér hann, þegar maður er ekki að taka leiknum alvarlega. Algjörlega, þeir eru líka búin að gera rosalega vel í bara hönnunin á hetjónum. Já. Þú ert með svo mjög versatile system milli, þú veist, eins og Seb, ég manna ekki. Nei, kílugæðin hana. Það er meira, þú veist, með þetta energy system, það sem þú ert að, það getur ítt á Q3 svo að gera eitthvað X, sem eru svona combo agentar og þú veist, þannig að þú ert með svona mjög vítt svið af svona hetjum sem komu því á, meðan hún og Dota voru miklu meira svona ítur eitt takka, þetta gerir eitt, þú ítur annar takka og í rauninni eini karakterin sem var svona mjög einstaklega var Invoker í Dota og þá þurftur einhvern veginn að combina elements til að búa til spell, það var líka eini karakterin sem var með fleiri en 3 eða 4 spell, þú veist, hann var í rauninni með 7 eða 8 því þá var hann bara með element chart og þú ítur á þetta element og bjóstu til þennan ability og þetta var svona eitthvað í þána ég var ekki með heilasölunar í að spila þennan karakter en ég lagði ekki eins og í það, sko, það er alltaf mjög skemmtilegt. Já, ég veit ekki, ég væri til í að sjá hvað ætti maður að sjá? Hvað væri drauma tríóið þitt fyrir næsta frís?
Ég veit það ekki. Það svo margir leikir. Mér langar að segja, þú veist, eins og Marvel Rivals væri svona alveg skemmtilega eða Overwatch, sko. Það væri skemmtilegt að sjá það. Já, leikirnir eru báðir, þetta eru báðir góði leikir. Þótt ég viðurkenni það að ástin mín fyrir Overwatch fór mjög dvínandi með hverju seasoni. Í rauninni, Overwatch, ég var mjög háður honum upp að seasoni 6 eða 7 eða eitthvað. Þess að kom Shield-metaðið inn, þar sem voru bara allir með skjöld og leikurinn varði ekki alveg jafn dýnamiskur. Þá mistum maður svona áhugan. En eina vonda við þessa leiki spectator unfriendly. Það rosalega erfitt að halda utan actionið í honum. Stórt kort, hlutir hreyfast rætt og þú svona, þetta ekki eins og Counter-Strike sem hreyfir svo hægt leikurinn svo auðvelt hann pikk upp allt. En alveg samanlega vissulega mjög skemmtilegir leikir. Já, og líka Marvel Rivals í raun og veru bara svona, ég veit ekki, þú svona einfaldari útgáfa af Overwatch. Það miklu auðveldara að pikka hann upp. Projectilin eru stærri, þú veist, það auðveldara að hitta skotum, þú veist, pönnisið ekki smikið. Nei, minn í raun og bara smá Paladins eða. Í frekar heldur en Overwatch, sko. Já, í raun og veru. Paladins, það góð leikur. Ég farið mjög mikið í Paladins á lönum. Svona vínirnir, bara svona eitthvað, við erum í Paladins bara. Hann skemmtilegur, sko. Þú veist, af hverju dó hann? Það þetta mjög góð spurning. Þú veist, ég alveg spilaði hann í PlayStation 4 alveg, þú veist, af því að hann var frýr, ég var bara, þú veist, Overwatch kostar, ég ætla ekki Paladins. Og, þú veist, þetta var bara... Þetta var drullu skemmtilegur, sko. Ég bara, viðurkenni það alveg bara fúslega. Ég hefði haldið að þessi leikur hefði haldið playerbase bara út, sko. Af því að hann var alveg það solid, en þetta sé ekki bara markasetning og aðrir svona stærri þættir sem að hafa áhrif á. Getur verið, sko. Þeir eru samt ennþá að uppdata hann, sko. Það eru alveg 9 karakterar að koma inn og eitthvað svona. Ekki eins stórt playerbase og var, sko. Hvað segirðu, hvað númer 2 hjá þér? Ég veit það ekki. Þetta svo góð spurning, sko. Það væri gaman að sjá. Má svo mikið að segja Rainbow 6? Já. Það væri reynda skemmtilegt að horfa á það. Það væri crazy að horfa á það, sko. Það væri svo miklu öðruvísi, sko. Já. Það væri, þú veist. Já, hann mjög uník. Já, þú veist, við erum að sjá, þú veist, þessu Rocket League, það uník, allt annað, þú veist. Og Rainbow allt annað, þú veist, hann FPS-leikur, en þú veist, hann virkar samt allt öðruvísi heldur en Counter-Strike. Nei. Ég væri til í að sjá eitthvað svona fighter-leik. Svo bara Tekken, Street Fighter eða eitthvað. Brawlhalla. Já, bara eitthvað svona smá wildcardan inn á milli. Við erum alltaf yfirleitt með eitt svona svolítið wildcard-leik í þessum mótum og síðan er þetta yfirleitt bara svona 2 af þessu stæðstu leikum. Counter-Strike eiginlega bara búin að vera inni alltaf. Já, og ekki Rocket League líka næstu því? Já, Rocket League er búin að vera, já. FIFA kom hann að fyrstinn, síðan var það Valorant, síðan Valorant aftur og síðan Fortnite og síðan Mario Kart núna. Já, sem er leikir náttúrulega ekki alveg jafn viewer-friendly eins og með Fortnite sérstaklega. Það var alveg svolítið erfitt að horfa á. Það þurfti eiginlega bara að velja einhvern einn fyrir hvert round og fylgjast bara með honum og vona að hann myndi ekki deyja. Nei, akkurat. Það var svona í erfiðari kantinum, sko. Já, þetta alveg, þú veist, það búin að koma sem við skal vera ógeðslega skemmtilegt. Left 4 Dead 2. Þú veist, með 4v4, 4 skrýmslin, oh no, Charger, eða skilurðu, sem kemur tankin út. Þú veist, það var geðveikt, en það áttum að þetta enginn að spila þennan leik. Þannig að þetta er 0 competitive. Síðan bara spurning. Hafið séð leikinn sem Dupree er að vinna? Skyward, Dupree? Já, hann er að vinna í leik. Ég fekk að playtesta hann þegar ég fór til Danmerkur á Copenhagen Game Week fyrir Hunter Easy í februar og ég fekk að gametesta hann og Dupree var bara hlýðna mér, sko. Var það sköldleikur, eða? Það er svona blanda af Bed Wars og FPS. Hvað það eru? Bed Wars? Bed Wars frá Minecraft. Ég veit ekki eins og hvað það er. Þetta er, þú ert með 4 fjölið á móti hverju öðrum. Svo ertu með mismunandi, geimsteina og þú þarft að bora þá. Þessi leikur er þannig. Þú þarft að bora geimsteinana og þá færðu resources til að kaupa byssur og traps sem þú getur notað fyrir baseið þitt. Og sér samtíma getur líka byggt svona gólf út frá þessi resources sem þú færð. Það voru að passa þig af því að þessi resources eru það er deilt á milli öllum félaginu. Það er út með eitt resource fyrir alla í liðinu.
Ok, þannig að mænast allt svona kollektiv. Já. Þannig að segjum að þú sért, þú veist, að bara spamma, þú veist, þessi golf, að þú ert að spamma að gera það, þá eyðirðu ógeðslega mikið og þá áttu svo lítinn pening til að kaupa eins og byssur eða traps eða eitthvað þannig. Þannig að þetta er svo mikið að maður þarf að hugsa, þú veist, ok, er ég að fara yfir á næsta, þú veist, á ég nóg til að fara á næsta og síðan er vinur minn að fara að kaupa byssu og þú veist. Er þetta þá 4 mismunandi base sem í gangi? Já, okay. 4 mismunandi base. Og hvernig vinnur þið? Ok, þannig að þú vinnur með því að drepa, það er svona core inn í einu base-i. Já. Þú þarft að skjóta, þú veist, þú þarft að skjóta komast þær inn, basically. Ok. Komast inn í base-ið, skjóta það og eyðileggja það. En svo eftir ákveðin tíma, þá kemur svona hringur, svona zone. Þegar það eru bara 2 lið eftir. Þrengir að ykkur. Já, þá þrengir það og endar sér í miðjunni. Og þá bara er þetta bara shootout eða? Já, þá bara, þú veist, seinasti bara last man standing. Ok, ef þið eru of lengi að klára, þá bara, ok, cool. Það var eitthvað leikur þarna sem ég þótti, hvort það heit, hvenær kom hann út? Hvað hét hann aftur? Það var eitthvað skotleikur sem kom út og þú keyptir svona kart til að uppgreita gæjaðinn. Já, Fragpunk. Þeir voru með skemmtilegasta konsept af svona sudden death dóti sem ég hef séð. Varstu búin að sjá það? Nei. Þá, ef það var sudden death og þannig, þá bara fórst ég svona í arena, í bara 1v1 fight, skilurðu, og þurftu allir að fara í svona 1v1 arena sem móti hverju öðrum og sá sem að þeir sem eru, þú veist, ofar vinna. Mér finnst það ógeðslega skemmt. Í staðan fyrir að þeir eru bara eitthvað svona, nei, það er bara jaft og núna er þetta bara heads up í arena, sko. Og þá, þú veist, því ég segja arena, þá er þetta í rauninu bara svona lítið borð með hæðum, skilurðu, og síðan er svona flagg í miðunni ef að tíminn kemur upp og heldur bara basically eins og gúlagið. Já, eins og gúlaginu. Þetta er basically bara gúlagið. Þú er bara hendi, allt liðið eitthvað bara hendi gúlagið, einn á móti einum og ef þú lifir af þá ert þú bara ennþá á lífið þannig til ykkur nær þér og síðan, þú veist, einn gaur getur hardkarjað alla eða ekki. Það er þetta ógeðslega skemmtilegt konsept. En hérna fyrir við, komnir í Rocket League og erum að horfa á FB á móti FH í 3. leik kvöldsins. Síðan leiftur honum fyrir Sissi. Kemur inn á. Hittir ekki. Ég held að hann átti að vera góður í snett. Eru 2 og er inni fyrir Emilvald? Emilvald er ekki. Ég er ekki grínast að þess að leiða sér að rósta smá. Þetta eru landsliðsmenn, þá leifum maður sér svona. Já. PS. Kemur inn á fyrir. Ég get alveg ímynda með kvíðan sem FB er að finna fyrir að spila mót þessum leikmönnum. Já. Hittir ekki. PS ekki alveg að ná. Nei, við erum að sjá viff hérna frá FH. Hann hittir í FB-gaur. 2. Hvers er á FB? Já. 2? Bitu, hvað er Emil? Já, þetta er sjálfsmark. 2 er komin í staðinn fyrir Emilvald. Já, er það málið? Það er skipt. Þurfti ekki á hann að halda. Það var bara eitthvað. Það er síðast það. 2 bara með fyrsta markið. Já. Var það málið? Þegar Emil hefur verið bara eitthvað, hei, ég ætla frekar að fara í rangt eða eitthvað. Það er þetta góð, sko. Við erum búin að tapa í rangt. Þarna stef í loftinu að leika. Þetta var beautiful. Það var skemmtilega leik. Sendingarna yfir á PS-in. Já. Þarna á sér bara PS. Sælir. Ég er hérna. Það er mér að klára það fyrir þig. Glæsilega vel spilað. Já. Og þarna erum við að sjá, þú veist, það er team chemistry með Steb og PS. Já. Og þannig að, þú veist, ef þeir eru spila fyrir íslenska landsliðið, þá er ég bara, það er þetta bara mjög gott. Sérstaklega, sko, ég held að Frakkland verður með eitt besta lið í þessu móti þar sem, þú veist, besti Rocket League spilarinn í heimi er að spila fyrir þú veist, eða franskur. Gott inn hérna, slæðum við tilbaka. Fótt ekki fyrir marki, Stepi með þetta bara. Nei! Heyrðu, kantar þetta. Æjæjæj. PS upp í loftinu. Hann er tekur við þessu. Nei, þeir eru báðir að reyna að fara í hann. Þetta er smá græðgi hérna. Já. Þetta er, maður sér bara gæðin.
Getumunin Já, þetta þú ert komin í þessi aerial resets og eitthvað svoleiðis þá ertu komin í einhvern allt annan kaliber, sko. Þetta bara orðin einhver annar leikur. Þetta bara... Já. Já. Resetið, neglunum upp í loftið, beint í PS. Ég bara að sjá 1-8. Þetta fallegt. Nei! Þetta var fallegt, kontrólarna, 2. Spurning hvort það var Musty flick, ég man það ekki. Það var svona mismöndu flicks og mismöndu nöfn á þessu flickum. Ég ætla ekki eins og að reyna að þykja svita það. Nei, ekki augnablik. Það sko spilari sem heitir Musty, hann bjóð til eitthvað flick. Já, sko þetta ekki draumurinn? Að vera bara eitthvað svona, þú veist, þetta eins og hann Poppin Peak í Valorant. Gæði sem heit Poppin og bjóð til þetta Peak, skilurðu. Þá varstu með Poppin Peak, ég myndi að vera bara með eitthvað The Death Cake Peak, skilurðu. Og það væri bara þekkt út gaming history, skilurðu. Það fyrsta marki á FB. Fyrsta marki, já. Kemur þetta inn, siglir þessu. Þetta getur svo sem verið neikvætt, eins og Ajax í Overwatch. Já, ég ert að meina eða Summit í Counter-Strike. Já. Það örugglega eitt versta bara gaming moment in history, sko. Nei, en ég held sko, ég veit ekki, það er slútt að fyndi, það er ein stað á Anubis, inn í keifinu. Nei, Con. Já. Hotnið, þegar þú kemur út og vinstra. Beiti vinstri, já. Ég kalla það alltaf ice. Það hotnið sem ég fel alltaf í, þannig að liðið mitt. Já. Við erum alltaf bara eitthvað ice, og stundum við að spila með randoms og ég bara eitthvað ice, og þú bara, hvað er ice? Okay, hey, ég bara, wait. I'm making it a thing, bro. Svo fyndi Kannski þarf ég bara að fara að byrja að gera þetta. Bara eitthvað, hann er í cake. Já, hann er í cake. Hann er í cake, og þú er bara eitthvað, what? Gera þetta bara nógu oft. Það er lögulega, þú veist að fólk vil sé að... Spila bara með öllum. Já. Nota þetta. Segja bara ice. Þetta er svo gaman. En 3-1 hérna. Svolítið mikið bara fram og tilbaka. Þeir eru bara einhvern veginn að halda honum hérna nálægt miðjunni. 50 sekúndur á klukkunni. Og PS alveg að tappa hann. Og step. Já. Flott. That was a beauty. Flott markastep. That was a beauty. Elti hana bara alltíðan. Já. Bam. Og síðan bara potar hann niður. Yes. Það er ótrúlegt að horfa á, þú veist, Rocket League spilara og sjá þau gera öll þessi tricks og snúi sér í hringi og þú veist, þú ætti að vera með eitthvað ákveðið, þú veist, ákveðið engul á boltanum svo hann fari svona inn í mark eða ákveðið sending og svona, þú veist, þetta er svo gaman að hugsa um þetta. Gali precision líka. Þetta er, þú veist, maður er einhvern veginn nærðileginn svona wrap your head around it, hvað nákvæmnin er mikil, sko. Það er alveg rugglas. Þarna, Sissi Páli. PS, það er svo undan. Sending og á stef. Stef ákveður bara að fara upp í loftið. Það er að toucha hann aftur. Inn í sending. Nei, 2 og hittar honum ekki. Nei, skoppar hann framhjá. Vissulega lánsmaðurinn hérna, dreginn inn. Þeir halda honum ennþá 0 sekúndur. Komið hérna fyrir. Á þeir marki. Nei. Á blokkið það. En F á 4-1. Ég held við höfum vannmetið FB aðeins. Ég sagði 20. Já, einmitt. 10 og 6. 6-2. Nei, ég var reyndar búið. Ok, mér var reyndar ekki alvara, en þeim tveim var alvara, þannig fólk vitið það. Ég var að grínast. En við vorum svolítið að búa stuðu, þú veist, að Emil valdi að koma í staðan fyrir. Já. Reyndar ég. Þú veist, að spila fyrir þetta. Já, þá varum við að tala um 20. Það er þess vegna stuðið sem að háa töls. Já. En fyrst að Tveo er að spila, þá kannski, já. Ertu að skjóta Tveo? Ertu að Nei, Tveo er að segja Tveo sem enginn Emil valdi, eða hvað er í gangi hérna? Við sáum Tveo, hann var góður í CS, sko. Hann var að hitta skotum í CS, sko. Hann var eitthvað góður í CS. Mjög góður í CS, já. Það er alveg ruggla, sko. Ég stundum horfið á, þú veist, hvernig litli bróðum minn spilar Rocket League og ég bara, Geir, hvað er þetta að gera? Hann er bara, já, bara, þú veist, spila. Og þú veist, hann er bara eitthvað út í lofti og hann er að gera snúninga og ég bara, Ég komst í Diamond í Rocket League og kunni aldrei
almennileg aerials eða neitt sko. Og bara positioning skilur en þú veist, það var allir bara fljúandi og ég var bara svona Já, þú veist, þetta alveg Who's there? alveg rugglað að kunna á svona sko, þú veist Þetta er líka bara svo mikið stemmingsleikur. Þú fer bara eftir í 5 mínútur, þú fer bara að mér leiðist, ég ætla að ekki rocket, skilur. Það fyndi sko maður með, þú veist, kassa til að snúa, þú veist, til að snúa bílnum, hann myndi róteta til vinstri og síðan með hringa, róteta til hægri og síðan með einn og það er svona free for all, þú veist, þá getur hann að fara út allt og eitthvað. Oh my. Þetta verður beautiful. Emil Valdheðin á þessu. Veit ekki Emil Valdheðin. Bara að heyra einhverja rumors. Gott skot þarna hjá FG. Heiðarlega til raun. Ennþá játtalega marki á FH. Já. Nei, Þessi bara on the run hérna. Já, ok. Ok, verja vel. Já. Slepp aftur. Þetta var stig. Já. Það er alltaf bara einhver annar sem er tilbúin að elta þessa bolti uppi. Það er alltaf einhver næsti. Þetta er svo gaman, þú veist, strax sem maður líka kann að tala, þú veist, Rocket League tungumálið og segja, þú veist, rotate og ég fer inn og einhver með mér og bolti uppi og svona, þá er þetta svo skemmtilegt. Herru, hann tók reset hana. Flink reset. Já. Það er ekki gefins. Nei, þetta er svona frá PS. Skemmtileg bolti, en touchan. En Step og PS eru bara, þú veist, þeir vinna svo vel saman. Gera það. Já, þannig að missaði boltan. Tveo, Step, komin í hann. Einar hendur hún fram, en Tveo sendir hann ennþá lengra fram. Já, komur hann bara fyrir. Þeir sko með hérna, kemur í eitthvað aerial. Wop. Blitt frísæðar honum inn bara. Þetta var glæsilegt. Já, ég kendi honum þetta fyrir 3 árum. Þegar við vorum að bootcampa saman. Ég sagði taktu the twisty doodle inn í the reset. Það er einn spilar sem ég er spenntur fyrir að sjá hvort hann spila einhvern tíðan í Freeze overall. Og hann er með in-game-nafnið Bombi. Já. En mammans er... Heyrðu. Where did that come from? Örvar Frissa. Þetta lúkkaði. Já, næði bara einu hérna, og bara... Og síðan... það var bara engin í hann. Þetta fór líka í slána, bara beint inn. Þetta er glæsilegt. Men ég þjálfaði Bomba örlítið í San Francisco. Og satt í þér hvað hann er mikið talent, eða? Þetta var bara, no joke, ég gat ekki þjálfað það neitt, sko. Ég bara, prófa að finna eitthvað svo kallt nú þegar, en gerðu það flóknara. Já. Það var bara, gerðu það og ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég að kenna þér. Já, akkurat. Það kunni bara allt og það spilaði líka fyrir KR og eitthvað, var á KR-æfingum og eitthvað, þegar hann átti heima í Reykjavík. Hvað bara í CS, eða? Nei, Rocket League. Og mammans er, Elsa í Frozen. Söngkonan? Já. Söngkonan og leikari. Leikari. Nei, á PS. Flott markana. Ég man ekki nafn hennar. Nei, ég man það ekki. Í leikritinu, eða? Já. Nei, í þáttunum. Já, það er myndunum fyrir ekki. Síðan hún leikari líka. Nei, ég man það ekki. Dóttir minn horfir á þetta mjög mikið, en ég hef aldrei eitthvað farið í gegnum sem að ég sjá hérna castinglista. Nú er þetta Dórótea. 3-1 fyrir FH. Fljótur að svara hérna. 2-3. Það er ég bara fyrir nask. Komið smá vannmatt í FH? Það virðist vera, sko. Það er Ágústa. Ágústa Eva. Er þetta Ágústa Eva? Nei, Ágústa Eva. Silvía Nótt. The one and only. Ágústa Eva er með son sem er rugglaðir í Rocket League. Já. Hann er skráður á HR-hringinn. Væntanlega sonur hans, Jón Viðar sá.
Jú, getur við. Það er það sko, hún á barn með Jónu. Já. Hvað heitir hann aftur? Hann með eitthvað víkinganafn, eða ekki? Sko, hann kallaði Bombi. Já, hann heitir... Akkurat. Nei, jú, ég náttúrulega með Jónu þar á þetta svona hann sko. Já. Þetta bara, hann nótjók, þetta talent sko. Þetta bara young talent. Pappans var líka mjög hæfilegur maður sko, og mammans vissilega líka leikona og söngkona og þú veist. Neyfitt sko. Það vantar ekki upp á genin hjá þeim held ég sko. Nei. Stef upp í loftinu, leika sér það. Slissi, vel gert. Farið hjá Sissa. Já. PS. Tekur við honum. Stef. What a block. 2. Eins og ég segir Rocket League, what a save! What a save. Ég ætti að vinna með þetta, svona announcer voice. What a save! Stef. Kemur fyrir. Sendingu. Nei. Það engin álættan. PS. Tilbúin að senda bara upp í loftið. Munar ekkert mikið á milli hérna, en hann kom inn í einhverja krúsidúlur hérna. 2. PS. Svo svona aðeins muninn á milli leikna þarna. Það er bara svona, FB er bara svona miðábolt. Síðan FH þeir eru að leika sem bolt. Já. Halló. Ok, þannig að, Örvar kann á leikinn. Við erum að sjá Örvar er með, þú veist, hann kann alveg að gera. Jú. Hann kann alveg að spila þann leik. Koma sér fyrir, þetta er hættulegt núna, nei, pesnar að koma við fyrir þetta. Axel Ingi sendur hann upp. Allir þrýr að það í ykkur kleinu. Stef kemur hann lengra, Sissi ætti að vera með þetta. 3-2, ná FB að jafna í OT. Nó, það var bara að tryggja Þetta var bara næst í sjálfsmark. Sekundu eftir á tímanum. 4-2. Þarna, Örvar. Bara sendir á Stef. Hjálpum boltanum bara inn. Já. Put me out of my misery. 1 sekund eftir á klukkunni. Þetta er ekki tímið þetta. Fáum hérna mark. Búp. Fáum mark á 0 sekund. Nei, hann setur hann sjálfur niður. Það er bara, ég nefnist ekki. Jæja, FH allavega í það minnsta halda herinum smá uppi fyrir sinn skóla. Ná að koma þessi í 2-1 bara með mjög öflugum sigri hérna í Rocket League. Aftur á móti FB er bara að tryggja sér inn í úrslit. 2-1 sigur, vinna Mario Kart, vinna Counter-Strike og koma þá á næsta miðvikudag eða ekki? Jú. Á móti tækniskólunum í rematch frá því bara í fyrra. Vilja væntanlega fá sína hefnd, tækniskólinn vissulega reigning champions og komnir til að verja titilinn og FB sækja aftur hart. Þetta verður æsi spennandi. Já, ég held það. Er ekki tilbúinir í þetta? Jú. Þeir verða þetta að spila í, ekki hér. Nei, við Þeir verða að spila í next week. Sjáum samt alveg að þú veist alltaf með það sem vorum að sjá hérna frá FB, þá eru þeir alveg með fínasta Rocket League. Solid CS-ið, allt í lagi Mario Kart líka. Tækniskólan aftur á móti var með mjög gott Counter-Strike-lið. Já, mjög fína Mario Kart spilara líka. Já. Og Rocket League eða ekki? Jú. Ekki kannski alveg á ég reyna að minna hvort það var á þessi leveli. Mér fannst þeir að vera að halda sér rosalega vel í leikmenni eins og PS og Step, svona þetta var ekkert alveg það. Nei, munurum að minni heldur maður reiknaði með. Nei, ég held að við séum alveg að fara að sjá fram á æsispennandi úrslit. Gæti farið bara upp á þessu, bara í aðra okkur áttina, sko. Og geti bara verið mjög mikilvægt einmitt að vinna Mario Kart sem er svona erfiðasti leikurinn kannski til þess að undirbúa sig fyrir. Já, ekki nema að horfa margar klukktíma YouTube-klippur af shortcuts og wallrides og eitthvað. En já, það er bara, Mario Kart er bara svolítið svona nýsleikur. Það er svona ekkert allt of margir sem að svona tilenga sér hann á sínum frítíma. Frekar ferði í Rocket League eða eitthvað, ég veit ekki. En ég náttúrulega hef alveg farið í gegnum tíðana eitthvað, en það var það alveg bara með vinum, skilur. Já, þetta er aldrei eitthvað græn. Nei, meira bara upp á gannið svona, einmitt með vinum. Já,
Þetta svolítið herri leikur. Nintendo oft rosalega mikið bara svona stemmingsleikir. Já, svona fjölskyldu. Já, bara út í flugvélinni líka og bara fyrir mig í Mario Party eða Mario Kart eða skilur, þeir eru með rosalega mikið af svona stemmingsleikjum og gera frábæra hluti þar. Já, en allavega í það minnsta, þá erum við bara búin hér í kvöld. FB til hamingju innilega með að koma sér í úrslitin aftur. Við munum sjá ykkur þá á næsta miðvikudag og þá það Tækniskólann á móti FB. Takk hérlega fyrir okkur. Very bless.